Ég vona það því að klukkan orðin 4 og það föstudagurinn 9. febrúar árið 2024 F95 Blöður hafið göngu sína þennan föstudaginn og drengir, við ljúum ekki að hlustendum og þurfum að viðurkenna það, við erum ekki beinni. Nei, það er fullur bátur. Við erum að taka upp að því að þú ert alltaf svo nákvæm með þetta. Já. Við erum að taka upp klukkan 13:04 á 50. 50dagurinn 8. Við erum að F95 Blöð tíma og við gerðum allt sem við gerum fyrir þátt, þannig að þetta ætti að vera sama stemningi. Við fórum á lífa, við fengum okkur 2 kalda, fengum okkur pítsu og komnir í gýrin. Fórum við stöðu. Já. Það er alltaf blöð skýslur og við erum að fara yfir alls konar og við erum að opna einn ískaldan túborg hérna og kannski ágætt að koma inn á árið 24. Auðvitað. Það var það, hann kom inn á Nú komst inn á það kemur dagsetningar við. Það er gott að hafa dagsetningar og ártölun og allt upp á 10. En við stákum við byrjar á því af því að það er mikið af fólki sem er að hlusta á vísi og er að hlusta á gamla þættu eitthvað þá bara fínt að minna fólk á, kannski er að hlusta á þetta 10 ár bara já, hvaða ár var þetta? Þá er ég búin að segja þetta í fyrstu einhvern Heldur það sé fólk sem er að binsa bara random 2 ára gamla þátt? Ég hef heyrt það því, já. Já, ég er að fíla það. Það sé að hlusta á 8 ára gamla þætti og það ræði mig pínu. Nei, ég var alveg hreinskilinn, það var svona, já, hvernig var umræðan þá? Nei, það er náttúrulega breyti samfélagið og mennirni með og þetta var breyti tímar. Við vorum harðærið þá, sko. Við erum búin að þroskast. Við erum ekki búin að þroskast svolítið. Jú, ég held nefnilega, sko. Já, linast frekar, sko. Linast Við vorum harðærið þá, sko. Þroskast, ég veit ekki með það. Helst það ekki hendur að þroskast og linast? Blöður hún tekja bara það, sko. Já, ég var ekki tekja bara það fyrir bara ég og marga vini sem eru bara óþroskari með hverju árunni, sko. En það er máli. Já, ég er bara rugglaðari með hverju árunni. Er þetta sömu vinninir og elska pissufettisinn og alltaf að tala um bara vinið minn alltaf þessu? Ég er helliga gæðin sem verður rugglaðari með hverju árunni, sko. Þeir eru einhvern veginn verið við línari. Þeir eru nokkur förðulegir í kringum Egil, sko. Já, okkur alla. Ég get ekki verið að dissa vinahópina segir þegar vinahópurinn minn pantast til Atlantic City 17 ári röð, sko. Það er náttúrulega þetta þekkist allt, sko. Þetta er hópar og einhvern veginn tengast þessu hópar vel. Það eru já, þú veist, ég myndi segja að flest allir mósellingar svona í kringum mig. Þetta er bara, með hverju ári verða menn bara. Ég var náttúrulega með Himma og Svanna þetta í Þýskalandi og geggja þér. Já, þetta tengist allt. En ég er aðstandir í kerkast þeirra að vesna. Já, Svanþór var miklu verri en hann var. Það má ekki ræða Svanþór í útvarpinu. Hann banna. Já, hann var miklu verri, sko. Það er búið að banna það. Stærsti verða verri, við verðum eitthvað við linari. Það er stressant. Ég er mikil breyting á okkur og ég veit að mikil breyting sem að þáttum byrja. Það er alveg staðfest að við erum ekki að fara á B5 núna og standa upp á borðum og syngja með Rain Over Me, sko. Þeir eru eldri en ég, sko. Við erum aðeins eldri. Það er miklu yngri. Það eru 4 til 5 árum eldri. Ákveður séu 4 til 5, við erum bara 4 árum. Nei, ég er desember maður. Sko, þú ert nærið að vera 5 árum eldri. Nei, ég er 4,5 ári. En maður finnur það líka stundur um að tala við því að maður er aðeins þroskari, sko. Það er stóramæli á árinu. Já, fertug samanlinn maður. Nei, málega, veist hvað gerist? Veist hvað mun gerast? Hvað? Ekkert. Jú. Já, ég er ekki að grínast núna. Það er bara, þá hætti ég að tala við hann. Strákar. Það verður eitt bara í rungalanum og gerir ekki neitt. Og talandu það. Ég hef aldrei verið í þeim galla eitthvað heima með ammælinn, sko. Talandu svona vinahópa. Nú er ég að segja reitt sem að við fengum bara svona, við föttum það bara þegar við vorum í Þýskalandi. Þannig þar var ég með vinum hans. Svanþór Einars, sem er snillingur. Ég hefði hitt alveg svona einu sinni. Frábær fasteignarsali. Já, bannað að tala um hann. Ég er að tala um hann er snillingur og frábær. Ég er ekkert að tala um hann drekki bjór með röri að því að hann verður svo þunnur. Og ef einhver er að selja fasteign í Mosfellsbæ þá myndi ég að mæla með að hafa sambandi Svanþór. Já, hann komst á topp 5 listanum þeir eru bestu fasteignarsala landsins. Sá listi er svolítið frekar liquid, sko. Menn fara inn og út alveg hægri vinstri og rífu þig í gang. Þú ert ekkert öruggur á listanum. En hann er búin að halda sér. Já, hann er drullu segur, sko. Hann er alltaf verið á topp 5. Og svo var ég að kynnast Himma í fyrsta sinn. Algjör topp. Það er líka fasteignarsali. Nei, það er bara svona kóngurinn í Mosó. Já, hann er Steindi kóngurinn í Mosó. Nei, ekki segja Himmi sem kóngurinn í Mosó. Steindi svolítið trúðurinn í Mosó. Steindi kóngurinn í Mosó. Ekki kalla mig trúðstokka. Málega er ég hef alltaf, sko, við Mosó köllum, sko, tölum samt ekki um hann sem kónginn í Mosó. Við tölum um hann sem son Mosó. Já, hann er með bæjarblaðið, hann er með húsið þarna, hvað heitir það aftur, Hlégarður. Er með bæjarblaðið, sér hann það? Já, hann er bæjarstjórinn, þannig sé, sko. Og þú ert örugur með góð umfjöllun í bæjarblaðið? Já, það er ekki lestu það? Nei, það er bara alls ekki rétt. Af því að það er nú dálkur í blaðinu sem heitir þarna svona spurning dagsins. Já. Og þar á hann alveg til að henda mér og Svanna og fleirum hann inn og semja. Jú, þannig að maður aldrei save í Mosfellingnum, sko. En sko, já, þú sögur að ræða.
voru komnir niður svona, ég ætla að segja 2-3 bjórar, en ef við erum hreinskilna, það voru komnir niður svona 13 1 lítra bjórar. Já, menn fengur sér, menn voru að ferðast sko. Já, þú ert líka bara í Þýskalandi. Þá vorum við að ræða bara, okkur þekkir Steindi til dæmis bara alla vini mín ógeðslega vel. Bara Hugi, Kös, Svessi. Það er alltaf AC í ferðunum. Já, nei, veistu hvernig þetta byrjar? Ég er alltaf kynni sko þér og Svessi á sama tíma. En sko hann kynnist þeim öllum líka bara í afmælum og fólk og hlutum sem eru í gangi hjá mér. Ég hef aldrei mætt í veislu til Steinda. Ég hef ekki sem mætt í matabót til hans og hitt einhver vinn hans. Já. Hefur ekki hitt. Það er munur. Hefur ekki hitt bara Skúla og Edsan og Slæ og alla þessa menn. Aldrei hitt á heima þegar í einhverju partíu. Ég hitti á bara í barnaafmæli. Það er rosa. Ég hitti á því ég held á pullu og þeir út á pallu. Hvað segir? Þannig kynnast menn ekki. Menn kynnast á alvöru ralli. Já, það eru krakkar hlaupandum og allt ykkur rugli sko. Ég skal halda upp á gott ferðarsamali og hérna. En allar að hafa sal eða heima. Það er það nægu tími. Það er 10% búið árinu. Sturlu staðrend. Líklegt þetta verði nú eitthvað svona örgulega óhefðbundið afmæli. Þú ert ekki að plana það sjálf. Þú látur bara blöð plana afmælis. Mesti afmælis gómur sem Íslendingar eigum. Já, ég hugsa sko ekkert gómur, bara svona afmælis barn. Ég myndi segja að það var allavega eitt pottitt. Jammi kvöldur er tekið. Nei, það var 100% ekki. Bjartmar Guðlaugsson mætir. Mér finnst nú það finnst mér sko eiginlega. Það er það að heyra snemmi í honum. Ég er að fara að heyra í honum bara eftir, það er góða punktur. En hann kemur náttúrulega bara sem gestur líka. Ég meina þannig eru jólatónleikarnir komin á full swing og lönnsarnir og munið hvernig það var núna á daginn. Bara frá miðjum nóvember til bara 31. Það rann ekki af Ísland. Það var eitthvað í gangi alla helviti daga. Desember er blautasti mánuður ásins by a mile. En ég er bara, þessum er ég að spáði að halda þetta ekki í desember sko. Sko þú átt afmæli á sunnundi. Þannig að við erum að tala um það. Það er samkvæmt blöð, þá er náttúrulega bara miðnætti hérna lög. 8. des. Nei, þú átt afmæli á mánudegi, sorry. Þú ert 9. Þannig að þetta ætti að vera laugardaginn 7. des. Ég ætla að setja kalendur hérna núna. Fertugsamæli, June. Ég er að spáði að halda þetta bara í júli eða eitthvað sko. En þetta er allt í lagi 7. Það er svolítið í jólin. Ég er að spáði að halda þetta bara í ágúst. Af því að það er bara heitt úti, ég fært úr árinu, það er enginn, það er allir á hausi. Það er ekkert bannað í rauninni. Sem afmælismadur þá er það bannað. Þetta þarf að vera í kringum afmælið. Ég myndi segja 10 dagar max. Það er hálft árið og er afmælið. Já, það er fáránlegt. Fólk er bara í kringlunni og fólk er bara á tónleikum. Ekki þegar Steindi fucking junior og haldur bara fertugsamæli strax. Þegar fólk er byrjað að bóka lönsa og byrjað að bóka okkur partí og okkur jólatónleik. Núna það læna þessu. Ég náttúrulega gæti líka haldið upp á afmælið í Atlantic City. Já, þá verður við hvað, 6? 6-7 Max. Ég meina það verður ekkert úr þessu máli segja hann er bara að flækja þetta. Það verður ekkert úr þessu. Launda varst þú að segja mér rosalega fréttir Egill. Og að ég af okkur öllum þá er enginn rakkað AC meira niður en þú. Vistu það? Það er bara þannig. Þú vilt meina þetta sé mesta hellhole of all time. Hvað var vinuðin sem er brókar í New York? Hvað var hann að segja orðrétt við þig? Segðu núna mér og hlustundu það sem hún sagði mér aðan. Það var að segja að AC væri svolítið að koma tilbaka. Já, AC væri í sókn. Já, væri komið svolítið í sóknarleika aftur. Já. Ég minna líka eftir ykkur 70-80 ára lægð sko. Já, ef þetta væri hlutabrif, við fórum með þeim á botnin og erum svona á leiðinu. Já, menn þetta var geggjað kringu 1900 sko. Það var mjög gaman að vera fullur af það. 1900, þetta var náttúrulega bara geggjað 1990 sko. Ég gæti skrifa bara heilu bækurnar í fleirtölu. Bara í trilógia þessa ferði sko. Því að þetta er bara einn bók samt held ég. Þú veist, það er ekki þetta rennur allt í eitt sko. Það er ekki dæðilegt til dæmis að það farið á Seinfeld og Jay Leno og enginn á okkur sá sjóin. Jó, þarna ertu svolítið að tala um sjálfa. Ég sá allt með Seinfeld og ég sá allt með Jay Leno. Nei, máli er að ég er með, ég á vídeo á símanum mínum. Ég var ekki svoandi. Það sem ég fer svona yfir hópin þegar Jay Leno er að reyta af sig, ég heyrði bara krátið er að deyja úr hlátri. Fer yfir, þá sé ég bara Hugi er svoandi, Kös er svoandi. Ég er ekki svoandi. Nei, ég reynda að satt ekki við liðnum þegar Svessi var að berjast á auglugir sko. Já, ég man þetta sko. Hann var komin í bara eitthvað svona Destiny vöggugir, bara alveg bara strílíkt að ströggla sko. En finna er að Jay Leno var finnar en Seinfeld. Já sko, það var grófari. Ég get ekki dæmdu það sko. Nei, þú sást hvort sjói. Jó, ég sá nú Leno eitthvað. Ég man, Jay Leno átti geggja, hann var með eitthvað svona grófan brandara og sagði, hvað ætlaði að cancela þetta? Degi eftir 5 ár, mér finnst það mjög fyndið brandara hjá hann sko. Það var þetta mjög fyndið, ég bara, maður lappaði hann inn í leikhúsið á Seinfeld og ég man bara slöknuðu ljósin og ég heyrði klapp
og svo bara tengdist það klapp við það þegar hann var að neyja sig Sko, ég svaf bara öxlin á okkur eldri manni Greiði fólki sem var með sæti við liðina og hlakka til Ég var að kynna mér þetta Við erum 114 árum á seinis Þegar nú ætlum ég að lesa, nú hefst lestur Spurningin when was Atlantic City in its prime? Og þá kemur with tourism peaking in the 1920s the period is often considered by historians to be Atlantic City golden age during prohibition which was enacted nationally in 1919 lasted until 1933 much liquor was consumed and gambling regularly took place in the back rooms of nightclubs and restaurants Þetta er 1920 Al Capone átti bara bæinn og nú það er ekki 1920 nú Nei, en staðurinn í bullandi sók sem er gaman Það er reyndar, sko Sturlustæðin, þetta er reyndar aftur komið í sókt sko. Já, það er ótrúlegt Það er mjög gaman að því Þannig að þið eru merkast að spá ég að kíkja aftur Ég myndi ekkert útiloka neitt lengur Ef þetta er nógu gott fyrir Jay-Z og Beyoncé þá er þetta nógu gott fyrir mig Á þess að ræða það eitthvað meira En svo ég gleymi ekki það er úrslitaþátturinn af Idolinu í kvöld og mikil spenna og það er risa tilkynning í síðasta auglýsingarslottinu Við megum ekki segja hvað það er en það tengist eitthvað sem við hefum gert áður það er stórt þannig að fylgjast með bara fylgjast með Idol í kvöld að sjálfsögðu úrsleitið þáttur og geggjaði keppendur Herðu, við viljum líka hvetja fólk til að henda svona vísi og kjósa í dalinn sem myndband ársins á hlustendalunum þetta er stórt Nenni að fara bara beint í tölvun núna og þeir eru að hlusta eða síman eitthvað, fara inn á vísi.is og kjósa í dalinn sem myndband ársins Dröldu gott vídeo Já, það var mjög Hendum af honum að vélinni Það var heldur mjög skemmt að henda út Við hoppum á flugvél en það er tilnæmt sem myndband ársins sem er mjög skemmtilegt þannig að það var nú gaman Þetta er svona þjóðhátíðar fyllibitnar sem eru að hlusta Þau vóts, við eigum þau held ég sko Herri, drengir, við verðum að koma inn á það Við erum að taka upp deginn fyrir þannig að morgun er alltaf föstudagur og getur margt breyst bara í nótt en Reykjanesið, það er bara árið rafmagnslaust og heitt vatn og það er alltaf í rugleðana Þetta er sko Hvað er að gerast? Þetta var spennandi fyrst ég held að sé ekkert þreyttur á Íslandi en þess að eldgós Nei, þetta er agalegt sko Núna fæ maður bara alltaf að koma líkt og maður bara, jésús Þú er átt að því Ég er nú leiður á þessu eldgósum, það er skemmtilegt fyrst sko Já, bara við erum konið leið á þessu Hvernig heldur það Grindvíkingum og bara fólki á Suðurnes Ég held að sko með heldur mikið leið á þessu líka Fólk er að fara að sofa í úlp Það er bara staðan Það er heldur hart stressi, við þurfum að heyra hans í honum Það er ekki bara sæng Jú, það er spáð mínus 17 Það er úlpu undir sæng Það er spáð mínus 17 Ég var í úlpu og hú að labba hérna frá líf á hann Mér var kallt En nú nærið bara í 10-15 rollur og hendið þeim inn til Já, það er auðvitað að finna Hvað er að finna það? Ég veit ekki, bara svona hugsa í lausnum Vond lyktinni hjá mann líka Hvað tókst þú fleiri bjóruðum við þarna heimilið? Hvað ætlar það bara að sækja rollur og henda þeim inn til? Ég bara að hita upp, heimilið Já, ég saman því, mér var frekar kallt heldur að fara að elda eitthvað rollur Með mannst ekki, það var í hringnum og þannig byrjum draumandir það var ringurinn fyrst það var ein regla að ná rollu voru eitthvað 10 stig það var ekki hægt það eru heldur snöggar Nei, en þetta er svolítið bara creepy að hugsa um þetta sko ekki rafmagn, engin hiti fólk er ekki að fara ára sjónvarpið og poppa þetta er bara óþólandi þetta er bara kæft og spil bara á Reykjanesinu þetta er alveg drepleðilegt og sko við erum að taka upp núna á 15 á morgun vonandi eru komna góða fréttir ekki aðra slæmar þetta gæti dáið líka bara í nótt sem væri náttúrulega veistla þetta væri bara dögt en ég er með stóra fréttir og nú ætlum ég ekki að gleyma þessu því að munið ekki over reyðið við daginn auðvitað er búið að vera vesen hjá Bláa Lónu það er búið að opið og loka við erum konum með góða retreat aftur er það þá núna yfir eldgóðssísón eða? Það er alveg saman Eru konum með góða retreat aftur? Við meðum gista á retreat sem er stundast á hótel í Íslandi Ef það er ekki að fara burn to the ground megum þú gista þar? Já Það er rosalega fréttir og veitu hvenær er ég anskota? Ég það bara nú þarf bara að loka þessu Við erum að tala um þetta alltaf bara besta hótel landsins Já, bara Evrópu Ég hef aldrei farað Það er sturla Þetta er best ammælisgjöf Talandi um ammælisball Og fyrir því stundi sem getur verið á 1 og 2 stundum hótelum skælbrósandi Þetta er alltaf álfur fyrir þig að labba það neins Egil er náttúrulega langmestu hótelferðin á okkur ef við út í það er farið Hann bara Hann getur ekki verið á hótelum sem að við okkur finnst bara fín Reyndar er þú svona snendi Ég sammála því Hótel fyrir þig er ekki neitt Ég getur hvað sem er maður Ef það er laug og það er bar Málega það Ef það er sko Það sem þú þarf bara að pæli
fyrir gistingar nógu, þú veist, það verður að vera nógu activities fyrir krakkana. Já, og þá happy kids, happy trip. Hafið ekki heilt þetta? Já, happy wife, happy life. Ég bara eiginlega ósáma þessu. Þú ferðast mikið með the kids. Þú ert alltaf með Gilsa Travel. Já, nei, nú er ég með 9 ára krakka og ég taldi um daginn, hún er bara að fara 16 sinnum til Tenerife. Ég er ekki vissum margir 9 ára krakka. 16 sinnum? 9 ára? Þannig að hún er búin að fara meðaltalið tvisvar. Það er galið. Næstu 2 ára áður. Ég er ekki vissum að margir 9 ára krakkar að fara svona oft. Nei. En sko, vil ekki prófa nýtt líka? Það skiptir, jú, mörg hótel á Tenni. En ég veist alltaf ekkert eðlilega gaman og skiptir engu máli hvaða hótel við erum á. Þannig að þetta við erum að krakkarnir verða að hafa gaman, þú rosa flott hótel fyrir krakkarna, bla 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 bla. Þeim er skýrt saman. Hentum í laug og látum við fá bolta og þau eru góð. Sér hlaupaðum í sólinni. Já, þetta er bara happy kids, happy trip. Já, það er eina sem skiptir máli. Steindi var greinilega að læra eitthvað nýtt. Þetta er svona, hann læriði Wetlands og sagði bara, ekki það Wetlands helgina og hann var greinilega að læra hennar nýjan frasa. Já, bara, maður þarf að muna þetta svo. Herru, svo er annað, það er önnur tilkynning, Egill, sem þú sagði mig frá. Tilkynningin? Já, en það var, sko, við getum verið með exclusive interview. Það sagði ekki, var í sambandi við Nökkva sem er í einhverju svalasta bindindi allara tíma. Sko, mál er ég sendi á Nökkva. Má vera við tölvu. Þetta er 90 dagar hristingspása. Ég veit til að ná honum á degi 91. En hann er ekki heldur á samfélagsmiðlum en neitt. Hvernig kannstu tala við hann? Nei, sko hann er a businessman. Og eina af þessum ástæðan fyrir að hann fór í hristingspásun og samfélagsmiðlapásun og allt þetta er að hann er launching a business sem tekur tíma og hann er all-in í því, hann svarar mailum. Getur ekki business guy og ekki svara mailum. Ég sendur hann mail, ég svar svona 2 mínútur seinna. Þannig að hann er ekki að heista sig. Hann hefur ekkert annað að gera. Þannig að hann er bara í tölvun. Og ég fekk bara svar leið og ég sagði, ég var að senda hann bara rétt á hann hvort það var að senda ná honum í spjall hvernig fór þetta í hann að lesa einhverjar 25 bækur og 90 dögum eða hvað það var og hugleiða og heitt, kalt og allt þetta og hristingspás og allt þetta fá svona skýrslu og ég er að vinna í þessu og ég er vonandi að landa þessu. Hvenær er þetta? Hvenær losnar hann úr þessu hristingspásunni? Missjóni sínu? Þetta er hægt að kalla þetta hristingspásu, hann er líka ekkert á samfélagsmiðlum og þetta er fullt sem hann að gera og fyrir utan það heldur ég alveg að muni eitthvað á deginum að svara eitthvað sem hann var í hristingspásu eða ekki, hvað er þetta, 2-3 mínútur sem að 3. janúar. Þú þarft að vera rosalega mikill social media fíkil til að þurfa að taka pásu. Þegar ég get bara lagt fram með síman sko. Egill hefði gott að þessu að sleppa social media 90 dag. Hann er bara búið með 5 vikur. Er hann búið með 5 vikur? Já sko, fréttin kom 3. jan. Þannig að sko 3. janúar. Já, þetta eru 3 mánuður. Já, 90, nú er hann ekki búin að hrista sig í mánuð. Við sko straka 2 mánuður eftir. Ekki búin að vara samfélagsmiðlum. Þannig að ég hef heldur gaman að þessu. Við erum að taka spjalla við hann þá bara ekki. Þetta er það bara. Já, bara í apríl. Þetta er ímyndað að vera skapaður í. Við erum að ná hann á degi 90 frekar 91 sko. Yfir þáttinn við erum með klefa og það er ferðarleikur Bylgjunnar í fyrsta sinn í langan tíma þar sem að það er stóru vika í næstu viku. Við erum að tala um bolludaginn, sprengidaginn, öskudaginn og valentínsdaginn. Já, þetta er svakaleg vika. Það verður ekki mikið stærri vikuna. Nei, ferðarleikur Bylgjunnar tengist þessu einmitt og það voru nokkru á Instagram búin að spyrja hvað var að frétta ferðarleik Bylgjunnar, þannig að við svöruðum kallinu þar. Spurningkeppni Gilsarans, ég veit ekki eins og hvað það er. Hvað er þetta? King of bolludagurinn. Ok. Sem ennuna bara á mánudag. Þarna myndi nú halda að ég væri líklegri. Nú hvað er þetta eitthvað svona fat-shamed? Þú ert alltaf clear favorite auðvitað. En það er það sem er skemmtilega að gera. Það var væntalega bara því þið finnst bollur betur en en oft eru menn favorites og tapa. Fat-shamed bara? Nei, það er 2024 Steinþór, við erum ekki að fara í það. Það er búið. En menn ertu þá ekki bara líklegri því að þið finnst bollur betur en ég? Mér finnst bollur held ég ekki betur en þér. Ég er þetta að elska góða bollur. Þetta kemur allir ljós og eftir sko. Ég fæ mér ekki margar bollur á bolludag. Ég er bara fullur maður. Ég fæ mér eina bollu kannski. Eina? Ef hún er upp í vinnu, ég fer ekki til. Það segir maður að hafi agan í að taka eina og þetta ekki núm 2. Nei, við kannski bökum eitthvað við stelpundar smá bollur. Ég er ekki að fara að geta fullt af bollum. Nei, það er ekki að segja það heldur. Hvað vorum við að horfa á þess og var eftir að geta þetta bollur? Þetta stefnir í walkover þetta eftir. Ég væri að betting man sko, sem ég er. Þú ert favorite. Þetta er ekki örugt sko.
En ég er að söta núna nýja Strawberry Lemonade hérna Celsius. Þetta er Summer in a Can kalla ég. Þetta er bara geðveikum drikk. Best orkudrykkur sem ég komið til Íslands. Ég er bara alltaf, þetta er bara staðfestur á mér, besti orkudrykkur. Komin í búðir, kemur í búðir helgina og verður komin í alla búðir í næstu viku. Celsius Strawberry Lemonade, verðið að tjekka á þessu. En minn ykkur á að við erum ekki í blöggastinu núna, drengir, þetta er ekki sponsor hér í FNÍ blöð, þannig að hættu þessum sponsortir hoppa á milli. En svo er eitt í strókar, Sprengidagurinn aftur á móti. Það er uppáhaldsmatriðin. Þá get ég yfir mig. Ég fer actually í Sprengidaginn til að sprengja. Hvort er saltkjöti, hvítri og hvað sem þetta heitir? Já, sko, til að vera algjörlega heiðalugur, þá myndi ég segja pulsa nr. 1, saltkjöti með hvítri nr. 2. Já, en byttu og nr. 3 er bara good shit burger eða bara pizza, hugsa ég, sko, svona í fljótu, sko. En rista brauð er líka damn good, sko. Hvað er lax? Fiskur, hvítur fiskur eða hvað er langa eða bara ísa í vatni eða bleikja í vatni bara hvítur fiskur ég er bara hann er mjög neðalega bara hann kemst ekki að top 10 þetta er of góða matur. Já, við höfum samt verið á veitingastað sem að við vorum bara daginn veislustjórar, hvað heitir þetta hérna, Nauthóll, þú vorst að tala hvað það verið sturlað. Já, sko, það var fiskur. Besti fiskurinn er hann bara vákætti gott. Nætursöldu það var bleikur nei, það var hvítu fiskur með þess, það var hérna þorskur. Já, það var þorskur. Sko, það er rock, bara mikið af þorsk. Já. En nætursaltaði, drengir, ég fíla nætursaltaði fisk. Já, við erum að fara í það, hvað er þættunum, það er spurningarn, það er King of Bolludagur. Ég er búinn að henda í þekkið ekki, drengir, sem er orðið aðeins sjálfgefara hér í FNÍ blöð, það var á hverju föstudegi en verður oft erfiðar og erfiðara, en náða að hendi 4 góðar. Thank you. Ég ætla að henda ykkur í þekkið ekki hér á eftir. Steindi, þú ætlaði að hendi í liði sem hefur ekki verið lengi. Já, Sjöra Stay og Sjöra Go. Já, varstu að hugsa máva en svo náður þið ekki. Og máli er að, Masti, þú þarft að tilbúið með lagi þá að því að það kemur Sjöra Stay og Sjöra Go. Það er undir, sko. Já, ok. Þannig að hérna, já, pressa mér á tökunum. Og minna liðurinn er, ef ég þarf að rifja næs upp, þá er þetta basically þannig ég kemur 2 nöfn og þeir þurfu að senda annan aðalann af eiginni. Basically, hverði bara það má aldrei koma til Íslands aftur. Nei, en fer ekki 6 fut undir. Nei, deyr ekkert. Nei, fer bara í langt ferðalag, mjög langt. Já, en talandi að deyja, þá ætla ég líka að vera með lið sem hefur ekki verið lengi og hann heitir Gifta svo að drepa. Já, það er með. Já, þar er ég með 3 nöfn sem að tengjast okkur öllum. Klassísku bílaleikur, en við erum í stuði og þið vonandi líka, en föstudagur og allir í gír eða ekki? Jú, ekki. Er það ekki svo þannig? 3 í gír og verðum það hér til 6 í dag, það er bara þannig. Þið erum að hlusta FN 957 hér á FN 957 og drengir, eru tilbúinir í slúður. Þið gerðu mikið grína síðasta slúðupakka mínum, sérstaklega þegar ég sagði okkur að AJ McLean væri að skilja. Það var skrítið slúður sem er einn af söngurunum í Backstreet Boys. Það voru í Keiluhöllum, þú veist að skýra á þannig. Ég er búin að tala með Jóa, það er stutt í næstu Keiluhöll. Þetta þarf að vera reglulega, sko. Það var rosa gírun í þeim þætti. Já, við þurfum að fara oftar í Keiluhöllina og talandi um Keiluhöllina, þá erum við á leiðinu þangað á sunnudaginn að horfa Super Bowl. Við erum búin að panta 8 manna borð, drengirnir. Hvað er bettið? Hvað eru menn að setja á hana? Þú ferð ekki, þú verður að betta Super Bowl. Ég er alltaf að vera að betta á leikin. What's the bet? Ég held þetta sé live betta. Þú live bettar svona leik bara. Ég er að góða bara Kansas Chiefs, það ekki? Kansas City Chiefs. Sko þetta er eiginlega 50-50 bet. Samkvæmt búki er þetta 50-50 bet. Það er skemmtilegt. Bótt frekar að vera betta á 2-10, 1-80, það verður ekki jafna það. Já, bara kortlið skorar. Kansas City er 2-10. Já, ok, ég er alltaf að fara á það. 49ers 1-80. Já, ég ætla að fara á Patrick Mahomes og félag. Þú ekki double your money, já, Travis Kelce, heitir hann það ekki? Ég myndi ekki nenni ykkur. Það kæristu Taylor Swift og talandi Taylor Swift, þvílík tenging að hún er fyrsti mólin í slúrunni í FNÍ sem blöðu í dag. Þetta er gríðast tenging. Já, ég elska það svona detta. 15 ár í útöfi. 15 ár. Já, maður fær svona út af skæsaðu þegar svona detta er svona tenging. En ef þetta er eitt leikurstraka þarf maður samt ekki að vera í kombo-bettunum. Ekki eðilega tenginguna. Álur tenging. Hún fær hring á fingur. Heldur það ef þið vinna, þetta verður það bara staðfest. Steindi búin að spá því að Travis Kelce, hvað sem hann heitir, muni biðja
biðinar ef að þeir vinna Super Bowl. Ég ekki viss það, en ok, ég gef þér það öllu ruglunum þú ert að tala á sér svo sannspár. Ef að það dettur innstendi, þá skal ég kalla það snilling. Takk fyrir. Ég ekki að grínast. Thank you. Það er 100% að þetta dettur. Ef við verum konir í, segjum 6-7, þú borgað þarna í Keilhöllinni, leikurinn búinn og hann fyrir á hnið, þá fyrir ég á hnið líka, en ég set hendur svona báðar niður upp og niður, hvað heitir þetta? Svona tilbyðið þig ef þetta gerist. Fyrst eru að vinna leikinn, sko. Já. Því að þetta svolítið erfitt í sem tablið, sko. Og ég spáði líka hvað verið sorglegt að hann myndi biðjennar í tableik og taka allavega aðteklinn af að hérna 49ers að vunni Super Bowl. Það væri rosalegt. Það væri reynda mjög sniðugt, sko. Hversu oft verður kameran henni? Hún kameran að fara á hún svona, held ég 4 til 5 sinnum. Getur maður bett á það? Það er pottet. Ég myndi halda að hún sé í mynd svona 6-7. Nei 18. Nei, þetta er ekki alveg svo gróft. En ég hlakka til að horfa á hana leik. Og hvort sem að fólk hefur áhuga á Super Bowl eða ekki, en NFL segja þá er þetta Gucci TV. Já, Usher er með halftime show. Erum við spennti? Jú, eða ekki? Það er líka gaman ef fólk fer bara að hendi sér í einhverja búð og kaupi chicken wings og ameríska bjóra og þeir eru góðir hérna NFL Ísland, drengindir sem að sjá þetta. Og við þurfum að hendina einhver á Twitter og fá sjátt á þarna og svo allir eru að gera alltaf Super Bowl NFL Ísland hashtagið og leikunum er á Stöð 2 Sport en tengingin, ég var með gæs og við erum búin að tala svo mikið og tengingin er nánast döð en Taylor Swift, hún var að selja einkaþóttuna sína en hún þarf ekki að hafa mikla ráðgjörð því hún seldi bara aðra þeirra, hún átti 2 og ætla núna bara að vera með eina en hún þarf að fljúa svolítið mikið og sérstaklega eftir að hún byrjaði með þessum NFL leikmanni og er þá að fljúa frá tónleikum beint á leiki og svona. Svo er blöðurinn að flokka rusl maður. Já, þetta er helviti hart sko. Þannig að hún er aðeins að svona kötta kostna þannig að losa sig við aðra þvotuna. Já, þetta er endar ágætis punktur á steinda menn að við erum með 18 flokkuna tunnu fyrir utan heima í okkur þá er sem er bara með 2 einkaþóttur á sínum slæðum. Stendur með spagettidiskin yfir þessu og reyna að finna réttu tunnuna og að hún að skrepa á leik bara. Hendur svo bara einhverja tunnu, það skiptir engum máli. Nei, við megum ekki að segja svona, fólk á að flokka. Við megum ekki að þau fíbl en ég ætla samt að segja, ég nenni ekki að flokka mat lengur. Það er bara, ok, ég skal gera allt hitt. Ég skal flokka plast. Þú veist að gæðin sem fara með þetta, þeir hendur sér í sömu rúuna sem hvað sem er sko. Það var eitthvað eitt vídeo á því, ég trú ekki að það sé málið. Hvaða grín er í gangi það? Þetta er bara bíó. Er hættur að flokka. Nei, ég mun aldrei hægt að flokka. Og ég var að segja ykkur að finnst þið gaman að flokka? Auðvitað finnst mér ekki gaman. Þegar ég mætti ráða, myndi bara gera svo pabbi minn, getið blöð, hann hendur svo bara öll á sama stað eitthvað neginn sko. Brennir á ruslið? Nei, það var bara, ég man að hann var skammaður þegar við vorum að flytja um daginn og allir vinir mínu voru bara Kitty, mátt ekki setja allt á sama stað, hann bara, þetta er allt sami skítur í sömu sko. Agalegu sko, já. En hvernig sko en að flokka mat, má hann ekki bara fara með ruslinu? Ekki staðin fyrir að segja mikla hann undir vask það virðist við sem að enda allir sömu hrúinu hvað sem er sko það er ekki að spyrja okkur sko við þurfum interesting jobs það væri gaman að fá hérna fáum einhvern sorpu sem veitur sorpu snilling til að mæta hérna og segja okkur nákvæmlega hvernig það virkar gefum svolítið skúp með það hvort þetta skiptir máli ég meina já er þetta allt sendt bara til Svíþjóðar og grafið ykkur staðar og saman eða er þetta brent eða hvað er gert við þetta eða er þetta flokka ykkur staðar hún var með 2 einkaþóttur ein var fyrir 12 manns og hinn fyrir 16 ákveður ámar ekki eitt félag sem á bara einkaþóttur fyrir 16 manns þú er margótt fyrir einkaþóttum ég var stendið með þá eftir inni sem við höfum aldrei farið með einkaþóttur ég farið 3 Já, það er 3 og það myndi segja að það var heldur oft sko Já. Það er ekki, sko, venilegt fólk hefur ekkert farið 3 og einkaþóttur Nei, Egil talaði um þessu Egil talaði um þessu að ferðast bara um heiminn á sig Já, ég meina, technically, ég meina 3 svar Ég hef ekki tórið oft og setur hann að reyna að tellja skipt 3 svar kannski 2 Já, ég var að tala um ef að eiga félaga sem að bara á heila einkaþóttu þá varum við búin að fara oftar en 3 svar Það er að maður bucket list að fara með einkaþóttu Þannig að ég veit að margir milljónum mannir að hlusta myndi drepa sem menn að kippa mig með næstu að fara eitthvað Ég líka bara, og það er alveg hægt að henda því út í kosmóið ef það er einhverju menn sem er að ferðast mikið með einkaþóttu að við tökum alveg að okkur að DJ og vera með gamanmál í einkaþóttum Auðvitað, steindi getur verið að blása upp ykkur blöður í loftinu Ætti ekki frekar bara að vera að taka einhverja stemningu Sér get ég fara á græðuna og þú fyrir í pásu þá fyrir ég á græðunar Aldrei þú á græðunum með hann að blása upp blöður Nei, bara verið með aktífi menn er bara með alveg session Hvað er blöður að gera þetta? Hvað er ég að gera? Hann verður bara þegar þú segir eitthvað fyndið skilur Já, þetta er bara hvað sjó Vá, hvað ég myndi þú náður ekki að selja mér þetta ég væri milljarðar ykkur Því miður Nei, við getum tekið rúndar annars Það getur þú gett svona langa blöður og breytir í hund Ég meina það getur
heldur ekki það flókið. Ég er bara að kíkja YouTube og skoða þetta. Heldur þau verðum að skemmta saman í á steindi? Hann sé bara út í hotnum og búið blöður. Það er mjög skemmtilegt sko. Málið er að svona blöðrufólk Enga í bjóti hjólundaginn sko. Já, þetta er vinsælt sko. Já, það er svolítið í krakkamælum. Ég held að við séum ekkert að selja það. Við ætlum að fá að koma með enga þótt að við séum að búið til einhvern 100 blöðrum sko. Ég meina að fólki ætti börn væntanlega. Já, við nefnum ekki þannig ferð. Já, verður skilðið. Við viljum ferð það sem að vera að fara eitthvað skemmtilegt sko. Mótaf ég og Steindur einhvern tímann upplifa það að bara að leggja bíl frá Reykjavíkurflugvelli, labba 2 skref, komin inn í vél. En nú ert þú flugurhættur maður, myndir þú þóra að vera hana? Ísu? Ég er sem bara... Þú ert ekkert að flugurhættur? Nei, ekkert svo ekki G, skilu, ég er bara svona eðlilega flugurhættur. Þetta er ekki eins og að fara til Akureyrar, þetta er bara þú ert að fara kannski 6 tíma flug bara. Ég hef samt alltaf sagt að Rikki G er ekkert flugurhættur. Ég held að þetta veri bara góð afsökun fyrir að fara að drekka sem mölvaðan fyrir hvert flug sem hann fer í eitthvað. Er hann komin í jagerinn í fluginu bara? Já, það er rosalegt. Reyndar saðan í daginn að það væri búið að minnka flugræðslana, hann hitti eitthvað flugmann eða fóruð eitthvað svona námskeið eitthvað. Jú, eins og er ég náttúrulega bara fíblast. Hann var flugsættur og er enn. Hefur ekkert með drikki að gera. Með líka steggjan og settum hann í svona listflug. Já, það er eitthvað ljótasta sem hefur verið gert. Að setja flugsætna mann í listflug, það er bara ógeðslegt. Píslaða flugmannur farið ekstra með hann Hring eftir hring og ég aldrei hitt gæi Óskar svo mikið á aðeins sko. Herru, næsti slúður móli, það er, hún er nú ekki oft verið í slúðurinn þessi, það er hún Heidi Klum. Já, hún er frábær. Já, hún er töffari. Vinkona Rúriks. Já, það er máli. Já, hann fór í Halloween-partíu. Er þetta ekki fyrir þetta? Bauð hann í partíu daginn og minna hann takkaði hann og... Já, það er rámdýrt. Hildum þess að fara í sleik sko. En hún var í... Hún var í grínast. Nei, hún fór ekkert í sleik. Og ég sláði leta strengi hérna, Stendur. Já, hún var sem sagt í hlaðvarpsþættinum Call Her Daddy á dögunum sem er þáttur sem ég þekki ekki persónulega. Call Her Daddy? Er það rassa þáttur eða? Já, ég veit það ekki, en allavega þá var hún beðin að lýsa versta stefnumótinu sinni, það skrítnasta. Þetta var nú bara komið í íslenska fjölmiðla, þetta er gúrka. Já, þetta er ekkert gúrka, Steinþór, þetta er bara það sem er í öllum fjölmiðlum í dag. Og niðurlega slúðrið á blöð. Og gott slúður. En skrítnasta sem hann lendi í var að þá var gaurinn búinn að klára poppið og hann var með tippið á sér inn í poppbókanum, bara svona eins og gerist í Saturday Night Live, Dick in a Box, dæmi. Það er mjög skrítið. Það er classic concept sko. Er það classic concept? Það er bara ógeðslegt koncept. Í gamla daga voru menn mikið að vinna með þetta sko. Nei, það var enginn að vinna með þetta sko. En það var ekki Niner Health Weeks, hérna var það ekki með Kim Basinger og hérna Mickey Rourke eða? Og þetta í því eða? Hann setti, 99,9% að hann setti penisinn á sér popbóka þar sko. Hvað var það með það? Hvað er ekki Niner Health Weeks? Er þetta ekki allt í salt og viðbyrð? Þetta er eitthvað sem ég myndi ekki... Þetta er gott koncept, þú ert alltaf með popbókan í... Þú situr alltaf með popbókan bara á... Það veit allir hvað gerðist sko. Sem gerir bara gatneðst. Já, þú varst ekkert útskýrð það eitthvað meira. Þetta er geggjað koncept. Það spáir í því. Sko, þetta er Niner Health Weeks, bara Kim Basinger. Ég held að Mickey Rourke hafi gert þetta þar, en nema ég sé alveg orðin. En hún sagði hérna, mér þótti þetta sorglega fyndið. Já, hún grenjaði á látrið þegar þetta gerðist. Þetta er náttúrulega fyrir mörgum árum. Ég meina, þetta er eldgamalt trikk sko, þetta er ekki nýtt. Ég vil segja að væri sko ekki margar konur sem myndir taka þessu svona vel. Nei, það er bara nokkuð ljóst. Svo er síðasti slúðumálinn að Britney Spears, hún var að rifja upp að hún var búin að steingleyma því og hún fór í sleik við Ben Affleck eina kvöldstund og sá eitthvað gamla myndaðum og bara já, alveg rétt, svo man ég að við fórum svo í sleik þetta sama kvöld. Já, hressandi að akkur hann að segja frá því eitthvað allt í einu landafni. Það er rosalega sleik við Ben Affleck sko. Og þetta eins og stendur henni og þetta segja að fæsla Britney var ekki fallið í kramið og voru netverjar að veltaði fyrir sig hvað var að draga upp einhver eldgamla mynd og kelir í þar sem að hún var búin að steingleyma sem að Ben Affleck er giftur í dag. Ég segi það, er hann ekki bara með J.Lo og Happy? En Britney eitti svo fæslinu og aðgangur hennar á Instagram er nú lokaður. Hæ? Já, ég ætla að sé ennfram. Hún geti þurft að skoða 90 daga konceptið. Já, þetta er svo King Noggi. Það geima bara social media aðeins. Ég var reynda búin að lofa og ég ætla að hætta fjallum Britney. Já, byrju, þú varst nú að tala um það. Það er gaman að tala um Britney, hún alltaf ykkur skemmtilegur rugli. Hún er með 42,4 miljón followers. This account is private. Já, prófaði það í dag. Hún er búin að loka. Þú getur private. Er þú requestaðu? Ég lofa hann að setja blöðu í kvöldi sko. Sendir ekki á hana enga skilabók til hann? Nei, ég tók þátt í keppninni að reyna að vinna stefnumót með henni þegar ég var að vinna í Vört, tvítur. Það sendir ekki beint á hana? Mástu hvað að gæi vann það? Nei, það hefði potið verið einhverstu bara út í heimi en mann loka orðið mín bara why should you date
Britney Spears og ég skrifaði Because I was born to make you happy sem lag með henni sem var upp á svæðinu og þetta eitthvað sem ágætt að segja frá. En hérstu að það myndi vinna? Bara... Nei, ég held að örugglega þetta verður svona leikur sem engin mann. Nei, það er eitthvað búið að ákveða eitthvað sko. Já, það var búið að plana þetta. En ég svaraði allavega öllum spurningunum og tók þátt. Maður getur ekki unnið, maður getur ekki þátt. Ég held að það hefði nú bara verið að lenda hann í einhverjum trójahest sko. Nei, svar einhverjum og hvað, gafstu upp einhverja persónuupplýsingar? Þetta var vinnutölva. Besti blöðurinn sko. Já, þetta er á sama tíma þegar ég tók þátt í þessari keppni. Techblöð. Þetta er á sama tíma sem ég skrifaði alltaf allt e-mailið subject. Fullur með síkó. Þetta er á sama tíma og ég skrifaði alltaf e-mail væri bara þannig að subjectið á mér var allt e-mailið, ég skrifaði þetta subjectið hvað segir þetta ekki, hvernig er þetta helginni og að gera okkar þetta er ekki bara nýbúin að venja það því? Nei, þetta var 2001 kannski ég kann að senda e-mail í það þú kannt að gera reply eða reply all og gera CC eða þú vilt hafa eitthvað með en það sem að ég reyndar hef lendi til að ég er ekkert orðin fullkominn á mailinu að ég sendi einhvern mann byrju hvað okkur svaraði mér ekki þá átti ég síðasta svarið en replyaði sjálfuð mér hann er lendið því Nei. Já, þú ítir á eina ör þá er replyður á sjálfa þig og tvær ör það ferði á ekki reply all þannig að það voru bara svona mannleg mistök það er margir lendi því það er ekkert að kenna, þú ert ekki heimskuð fyrir að gera það sko. Það er gott að heyra. Þetta var slúðupakki dagsins, hvað fannst þér þetta lélegt? Mér finnst þetta með betri mólum fínasti pakki? Jú, þetta var bara mjög fínt. Við skuldum auglýsingar og það fyrir löngu síðan ég held að sé stórkostlur auglýsingapakki að koma þetta upp en ekki missa honum, svo ætlum við í klefa sem er ferðarleikur bylgjunnar og þekki eða ekki FM 95 með ykkur hér á FM 957 og já, það er 3 gír við sem erum búin að ræða hér fyrir þættunum það er bullandi gír í mönum og já, reyndar eru að fara aðeins núna svona í smá kósi því að ég ætla að setja hérna á Jón Jónsson og GTRN hér kemur okkur besta fólk og ég held að viti allir hvað þetta þýðir við erum að fara í liðin þekki eða ekki sem að, já eins og ég kom inn á hér í byrjun að var á hverjum förstu degin aðeins sjálfgæðri núna þetta er inn reglulega ef ég er svona næja að finna ykkur á 4 góða spurningar hann getur verið kræfandi þessi já, samt ekki, er það? Er þetta fæðilegur? Já, hann er erfiður sko þetta er ekkert eitthvað að vera á hliðið eitthvað þannig þetta er erfiður liður en hann er oft skemmtilegur já, það ég þarf að fara að prissa hann að ég skal hoppa út já, þú ætlar að byrja að hoppa á brendarann Steindi fer á prendarann þá byrjum við Egill hérna hoppa á prendarann þetta er ekki að fara á prendarann það var skítið hoppa til hans já, verður standa hjá honum finnst þú með hann? Ég ætla að opna mér annan strawberry já, þetta eru 4 spurningar eins og alltaf ég held að það hefði líka verið svona hann voru smá miðstöki á mér á sínum tíma við erum alltaf með 4 en ekki 3 en svo finnst mér ég er svo vanafastur fyrst ég byrjaði með 4 finnst mér verið að halda með það nei ert þú tilbúinn? Já, semi og ekkert eitthvað horsing around verðtu hreinskilinn og reynda að vinna manstu, þú vann síðast já, ég það var góðu sögur hér og ég er búin að vera alltaf að koma sterkur inn í þessu já, settu keppniskapi í gang fyrsta spurning bissa við hausina þér og þú verður að pröfa eitthvað hart eiturlyf hvað færur í? Þetta er ekkert eðlilega góð spurning með þínu betri myndi ég segja blöð sko. já, ég vonum sé ekki eitthvað en þú veist, að margir hlusta svona sem þú veist taka þetta reglulega og þurfa ekki bissu upp í hausinn sko nei erum ekkert eitthvað veit ekki okkur ég sagði bissa en svona bara yrðis, segjum það bara sko því að við erum ekki í þessum sveppirnir eru the shit núna það er allir núna á Íslandi með sveppi flokkast það sem hart microdose af sveppi ég það reglulega og þá vistu að vera hrikalega skemmtilegt já, er það ekki orðað þetta svona samt hvað byrju bara ekki að spyrja já, þú veit ekki bara að nánast að hvetja þetta hættu þessu maður þetta er fólk farið mjög ill út úr sveppum já, ok þetta sko, reyndar sko Steindi var að tala að sveppirni var lifir en flokkast sveppir sem a hard drug eru þeir ekki að með grasinu því? Við veitum náttúrulega ekki þetta Gættin er ég upp á það að gera sem poppar upp með núna og ég er ekki að svara það er sveppir MDMA og heroin þetta er svona þrennt sem ég var til í að fara í en ef þetta er ekki allt þú veist hörð eiturlyf, ég veit ekki kannski eitthvað svo soft Jó, þetta er alltaf hart held ég þarna svona að tala nema kannski svefnir, ég veit það ekki sko, ég held að heroin sé mest að kikkið en sko en ég held að svona fyrir mig sem teknohaus þá held ég að MDMA sé the shit sem er hvað? Þetta er svona einhver ecstasy penna þetta er kallað ekki the cool kids at the mall eða
Er þetta það? Já, ok. Ég held það Okay. Ég ætla að ekki tala með raskatunu Ég held að MDMA muni henda mjög vel svo, veist ég fyrir á Tomorrowland til dæmis þá held ég MDMA smellpassi inn sko. Já, en þú er aldrei gert það, þú farið nokkuð sem á Tomorrowland. Já, það er svona, veist, út að spyrja hvað ég myndi að prófa. Já, við látum bjórið næja. Ég segi MDMA. MDMA, ok. Gangi stendur vel að giska á það. Já, það er líka bara fórnilegt hvað menn giska á. Herru, hvernig eru augun í þér á litin? Ég held blá. Heldur þú, veist ekki hvernig augun er á litin? Hvað er ég, starri speila orgunni augu, ég er bara með augu svo öllum fólk. Já, veist ekki hvernig er á litin? Ég er 99% þessu blá. Blá, ok. Ég er svona típiskur íslendingur, ljósarm blá augu, svo en asshole. Okkur það er asshole. Ég veit ekki. Næsta, hvern viltu mest hitta í heiminum? Ég hef spurt með djammi og svona, en bara, ef þú mætti velja bara hvaða persónu sem er og hitta, hvern myndir velja? Ég myndi velja Arnold Schwarzenegger. Ok, frekar en slægin. Já, sko, ég var hugsað daginn svo nú var Carl Weathers að deyja. Já. Og rest in peace. Hann var bæði Rocky og hann var líka með honum í Predator. Já, með Happy Gilmore og við maður tala bara Predator og já, Predator. Og geggjaðu gæi. Og sko, ég var hugsað bara, veist þegar kemur Arnold alltaf að fara, hann er orðinn gamall. Ég held ég muni bara óvinnufæri í einhverja daga þegar kemur frétta Arnold sé farinn. Já, ég held bara þannig bara svo bara einhver náinn vinur fari. Já, hann fylgta svolítið í gegnum tíðina. Þannig að ég held að enginn bara í sögu Ísland skrifa Schwarzenegger jafn illa og ég gerði Kannt þú að stafa Schwarzenegger? Já, ég enda kann það. En já, þannig að það væri svona þú veist, steik og raut með Arnold. Já. Það er líklega ekkert sem mun toppa það og einhver er að hlusta sig geta lænað upp það endilega að hafa samband. Það verður þá bara fjallið eða ekki? Já, The Mountain mögulega geti lænað upp, hann er farið til að sýta innar. En já, það er Það er eftir að horfa heimildamindinum Arnold, ég var alveg til að hitta hann. Já, og líka, veist, ég las ævisöguna sko, þetta er magnaða gæi, hann ákveður eitthvað að gera og náði því öllu. Já, bara, hann setur eitthvað markmið. Já. Og í stað bara setja og gera ekki raskatum og hjólar í það. Það var góða bæði við hann og svo held ég að engin sko Beckham, þættinur hann á Netflix geggjaður. Helviti góður. Já, það var líka því að maður var búinn að gleyma bara hvað sem mikill sigurvegari Beckham var. Já. Hann var ógeðslega góður í fótbolta og það var búið að setja hann út í kuldan hjá Real og vann sinni í lið og urðu meistar þessi gaur var snillingum. Og líka ennþá svona tiltölu bara eðlilegu gæi. Margir svona celebrity sem verða hálf rugglaðir sko. Það komið kassinn og frægir og nokkur halda haus. Hann er einn af þeim. Nei, hann ekki haldið haus bara. Það er 100%. Já, þá er það fjórða og síðasta. Ef þú mætti velja hvaða fyrirtæki sem er í heiminum til að vera andliti fyrir, the spokesperson. Shit. Og þá er ég að tala bara öll fyrirtæki í heiminum. Já. Og þú ert bara eins og Tiger Woods og andlit Nike og Jordan og það allt, þú veist, hvað myndir þú velja? Sko, það er nokkuð hlutir sem poppaði þarna upp, sko. Hvað er það? Það er sama upp að, þú veist, en ekki hugsa þetta peningulega þú færð sömu upp að sama hvort þú myndir nógu Sirius eða Apple. Sko, ég er content creator. Það ertu ekki. Og það sem ég var að hugsa, var ekki rosalegt. Enginn sem setur minna á grammið en þú sko. Var ekki rosalegt ef ég væri andlit Instagram. Bara, þú veist, báður í því. Þú veist, svona að hugsa það er ekki lokasvar. Þá myndi ég basically verja bara Meta eða Facebook og ég ætlaði líka að Harðar Zuckerberg átt þetta sem ég finnur ekki Harðar Zuckerberg mannin með þetta sko. Elskan eða Tesla. Elskar Zuckerberg? Það er bara frábær. Eða Tesla. Hann er svo geimur. Þeir auglýs ekki. Hann er ég fyrsti gæin sem var í andlit Tesla þegar þeir eru 0 krónur í auglýsingar. Svo var ég líka til svona að ég hugsa hvað myndi vera svona gott fyrir þegar andlit eitthvað svona, hvað var gaman fyrir að vera. Þú hugsa að ég var svo Marriott sem á öll Edition hótelin. Ef ég verið andlitið því það ekki verið svo Rúrik, ég myndi fara alla heim og gista fríttar. Ég myndi halda það að þú væri andlit Marriott. Er það ekki? Jú. Þegar Rúrik fer á Edition, hann er aldrei verið upp kortið sko. Veit það ekki, góð spurning. Nei, gerir það ekki sko. Nei. Hann lappar upp í svítuna og fæsir síkó. Já, það kemur ekkert óvart, hann heyri Frank áður á mæti og Frank græða sko. Já, hann er bara hot celebrity, veist það. Málið celebrity sem borgaldinni sko. Ég er nóg peningum, þú er ekki að borga. Hvað ætlar að velja? Þetta er annarkort sko, þetta er Marriott, Meta eða Tesla. Sko, út af því ég er alltaf að búa til content. Nei, þú ert aldrei að búa til content. Þú verður til útlanda 2 ári kannski og þá ert að búa til content. Annars ertu aldrei að gera neitt. Já, en annars er ég bara. Þú ert alls ekki að content creator. Það er að búa með content því á skrifstofu í sportinu, sko. Hvað er að gera? Fara að lifa lífinu. Já, það sem reynir að fara í fríið.
En þú er aldrei sett neitt inn á skrifstofunni eða þú ert heima að senda e-mail? Ég er ekki bara aðstofa fólk að koma sér í form. Já, mynda það. Bara setja það á granni. Byrða fólk hverju, lægi að ég tæki upp í það spjallu okkur. Ég ætla að segja Meta, Facebook, Zuckerberg. Meta. Ég ætla að fara andlitið. Þú er andlit Meta. Það ekki? Það væri rosa. Já, þú ertu með Facebook og Instagram. Er ekki og WhatsApp. Jú, hendunum minn. Já, þetta var hreinskilin allavega. Og þá kemur June hér. Hann er í gallabuxum, víðum gallabuxum, brúnum ból og ekki í skóm. Hann er á sokkarum, það er kósið hjá hann. Herru, þið voruð í svona 20 mínútur? Nei, við vorum í 4 mínútur sinni. 4? Já. Ertu rugglaður? Þú voru ekki 4 mínútur? Nei, ok. Hvað er fellin á langur en það? Hann er 8. Ok. Við tölum samt fyrst í byrjun. Shit, ég fór sko að pissa og ég hitti fólk og ég var endalust. Hvað leittist þér svona fram með? Nei, þetta var bara frábært, ég var bara að mingla og... Þessi tilbúin? Já. Ég var hreinskilin, þú voru að vera líka. Já, ég var stjum. Ef þú yrðir að pröfa hart eiturlyf, hvaða eiturlyf myndir þú prófa? Sko hart eiturlyf, ég meina... Já, kalla maður það ekki, ég er að hugsa svona hard drugs. Já, fyrsta sem ég hugsaði væri vantarlega sko að fara beint í rollsinn, bara gullnu sprautuna. Hvað er það, heroin? Það er heroin sko. En ég hugsi fara ekki þangað sko. Nei, gott. Ég meina það er ekki það svo gott. Nei, ég er að segja. Það er að fara að velja hart eiturlyf. Já, en það er regla þannig að þú verður í lagi með þig og þú verður ekki háðuð því eftir. Já, ég skil. Einmitt. Ég hugsi myndi væntanlega droppa sýru. Droppa sýru? Já. Ói. Já, ég meina þetta erum við ekki bara að reyna að velja. Þú voru bara að segja það sem þú myndi gera. Þetta er allt mjög hörðuð fíknefni. Droppa sýru, hvað ertu? Hippi bara in the 60s? Nei, ég meina ég var ekki alveg til að liggja þetta í hotni slefandi sko. Já, hvernig er maður með að droppa sýru? Hæ? Eða þú veist, hvernig er það? Ég veit það ekki. Okkur viltu það þá? Af því að ég meðist það mest spennandi af þessum hörðu öllum í augnablikinu. Já, ég ætla ekki að vera að dæma það. Nei, ég veit það ekki maður. Nei, ekki bara að draga í land. Nei, ég meina... Ekki láta mig breyta að svarinu. Nei, þetta er ekki létt sko. Nei, kannski tækjum við bara einu umferðið maður. Umferðið? Bara svona íslensk framleiðsla og... Hvað er það? Hvað er umferðið? Það er bara að þú veist maður að... Nei, ég veit það ekki maður. Hvernig auðvitað er á litin? Maður myndi fara í eitthvað svona. Þetta er ekki góð spurning maður. Ég held að þetta var besta spurning sem hann er heyrt. Er það? Já. Á ekki blöð, þú átt nú bara að vera fyrirmyndin. Já, en það var ég að segja, þetta er bara að þú yrðir bissaðu hausinn. Já, þetta er bissaðu hausinn. Já. Það ekki? Jú, hvað er bara með næsta? Hvernig auðvitað er á litin? Auðvitað er á litin? Ég er móeyður. Veistu hvað? Móeyður. Sem er hvað? Ég er bara með grænbrún augu. Þannig að hann fær rétt ef hann segir græn eða brún? Nei, mér er það nú eiginlega frekar mikið svindl. Ég myndi, sko, þú getur verið með blá augu, grá augu, brún augu og alls konar augu, græn augu. Ég er móeyður. Það er, minn litur heitir það. Já, ok. En ef hann segir græn eða brún, þá fær hann rétt? Í rauninni ekki, sko. Að því að græn augu er bara annað. Móeyður, ég hef ekki heyrt þetta. Að vera móeyður. Já. Að vera móeyður. Já, ég trúir alveg, ef þú ert það, þá hlýtur að vita það. Já, ég meina, er ég ekki örgulega móeyður? Ég meina, þá er ég sko... Hvað veistu það ekki? Í rauninni ekki, sko. Þá er ég... Má sjá augunni þér? Þau eru misjöfn eftir byrtu. Já, ok. Ég meina, þú ert bara með brún augu, ég sé það. Nei, ég er nefnilega ekki oft með brún augu. Ég er með brún augu, jú, en ekki svona dökkbrún. Systir mín með brún augu. Já, það er næsta spurning. Og pabbi minn. Hvern veldu mest hitt í heiminum? Ég myndi líklegast mest vilja hitta Jim Carrey. Jim Carrey, gott svar. Já, ég hugsa það. Samt, er hann ekki svona, hún er frekar, ég veit ekki, skrítin. Tækir mér á sýruna. Já, með grænbrún augun. Ég móður, ég myndi, nei, ég held að það væri mjög gaman að hitta hann, sko. Hann er snillingur. Fjórða og síðasta spurning. Ef þú mætti vera andlit hvaða fyrirtæki sem er í heiminum, hvaða fyrirtæki er þið fyrir valinu? Það er mitt fyrirtæki. Nei, ég er að tala bara að þú veist. Það væri bara sprótafyrirtæki sem ég myndi búa til, sem væri að sér af þessi tæknivörum og matvæli og uppfinningum. Þá ætlum ég að breyta. Fyrirtæki verður að vera til og þú mátt ekki eiga. Það er rosalegt.
Ég myndi ekki segja hókus pókus bara. Hókus pókus á Laugavegi? Já, hún alltaf búin að rönna íslensku gríni síðan 1970. Já, nú dottin einhver Egill sko. Nei, hvað meinarðu? Hvað myndir þú fyrir ekki að vera andlit hókus pókus heldur en til dæmis bara, ég veit ekki, Nike eða Facebook eða öll þessi fyrirtæki sem til, Rolex eða andlit Facebook? Eða bara Rolex eða það er alltaf svona gæja með sítt hár maður og svona alltaf þú að vera andlit hókus pókus grannir kallar sko. Þú mátt velja hvaða fyrirtæki sem er í heiminum og þú ætlar að vera andlit hókus pókus því ég get alveg græja það fyrir þig sko. Það er eitt símtal. Líklegast gætur að græja það sko. Ég meina það væri gaman. Ég meina þú veist, ég meina eðlilega myndi maður vilja bara vera andlit fyrirtæksins. Ég meina þá myndi maður út allur heimurinn. BMF? Ég er ekkit sérstaklega til að vera það sko. Ég er ekki bílamaður sko. Nei, hvað ætlar að taka? Ég var nú búin að hókus pókus? Þegar þú segir að þá setið það bara. Nei, ég meina ef það er eitthvað frá hókus pókus að hlusta það geta haft samtíð þig. Nei, ég meina það er alltaf vantilega. Ég hugsaði bara svona grínbúð. Já. Þú veist, það hendar. Já, ég veit að þú mátti samt. Hvað er stæðista grínbúðin í Bandaríkjunum? Grínbúðin? Já, bara svona búð sem er að selja prumpuspray og sígandi kóngulaðir og brjóðsleika lita og allt þetta dæmi. Ég veit það ekki. Toys R Us? Já, ég myndi bara gera það þá. Ég ætla bara að setja hókus pókus. Eða svona gaming bara. Já, sem dæmi, þú tölvum maður. Ég gamer, sko. Já, ég myndi vantilega bara ég myndi ekki bara fronta Call of Duty. Vera með. Er það fyrirtæki Call of Duty? Hvað heitir fyrirtæki sem gefur út? Er það ekki bara Activision? Ég held það, Activision gefur út. Ef hann segir hókus pókus eða Call of Duty Activision sem gæti náttúrulega mjög líklega árið bara Microsoft sko. Þannig ég er andlit Microsoft í rauninni sko. Microsoft, ok, skrítið svar hérna í lógin hókus pókus eða Microsoft, ok. Það er bara Microsoft. Mér finnst það erfiðar hefur þetta. Já. Fannst það nokkuð þægilegur, ekkert eitthvað svona helviti skelli maður nættu. Ekkert perðað mér. Hörðu, Egill mættur og heldur lengi frammi. Hann vann síðast eða steindi sig það saman. Hvað fannst það verið svo lengi? Svipað alltaf hann lengi, ég var snöggur á hann. Egill vann síðast og hann er með fleiri sigra síðustu, ég held að hann sé komin yfir þig. Ég er á vinningstvík. Það er eitthvað skrítið. Steindi byrjaði betur. Svo hættið þú horsing around og fórst að setja smá metnaði. Ég er leikur að grínast, nú ætlum ég bara að vinna. Ég ætla að lesa þig eins og opna bók í dag. Ok, ég ætla að byrja þér Egill. Ég spurði Steindu ef hann yrði að fara í eitthvað hard drug, hvað myndi hann velja? Sko, nú þarf ég að hugsa. Hann er aldrei að segja gras eða eitthvað svona sem eitthvað soft shit. Sko ég held hann sé, ég sé hann ekki fyrir mér, ég sé Steindi ekki fyrir mér setja beltið og hendina og býti það og þú veist, hann er ómikill aumingi í það sko. Það er bara skynsamur. Sko ég held svona ef kannski, veist, lesi svara eitthvað, ég held að hann á, þú veist, hann efna á því og ég segi að hann myndi fara í hvítur hraðlistina. Það er rangt, hann ætlaði að droppa sýru. Hæ? Já, sko þetta er reyndar, ég fann að sjá okkur það er ekki bara hraðlistina. Droppa sýru? Hvernig gerur það eiginlega? Hafið, sko Ekki, ég hafa saman og ég spurði bara, hvað er það? Hvernig rýmar það því? Hvernig virkar það koncept? Í fyrsta alveg myndi ég ekki gera það. Það er málið. Þú ætti að segja þetta, að droppa sýru? Nei, erum við ekki í einhverju leikina með gun to your head? Við getum ekki að mæla með þessu. Við erum í leik. Hverju svaraði Egill? Ég er nefnilega sammála. Ég held að Egill sé ekki að fara að nenna einhverju belti og kveikjari og skeið og allt þetta maus sko. Nálarnar sko. Þú veist, það er stór ákvörðun að fara í nálina sko. Þannig að ég myndi segja að hann væri líklegastur að henda sér á flösu djöfusins. Þess að báður að sama, hann hvoruður eitthvað sagði þetta, það var MDMA hjá honum. Það ekki bara sýra líka? Ég þekki ekki neitt. Ég veit ekki hvað það er. Ég veit ekki. Allavega ekki. Nei, það er kannski einhver úti sem veit það. Næsta, Egill, hvernig eru augun í Steindór og litin? Lokiði báður augunum? Sko, hann er náttúrulega svona dökkur og með svona dökkt yfirvaraskegg og dökkt hár og byrjaði að grána þess? Já, hann er ekki, þú veist, þessi típisk íslíkur með ljóst hár og blá augu. Ég kom með grátt skegg. Þau eru brún. Það er rétt hjá þér. Takk!
Þau eru grænbrún. Nú vil ég leggja fram kvörn. Hann er víst móeigður staðan. Ég er móeigður. Ég er ekki... Það veit ekki hvað það er. Nei, ég get ekki, hann færi eftir þetta. Þetta er móeigður. Ég er ekki... Það er ekki að búa til eitthvað orð. Ég er segja bara sért það. Nei, ég er ekki tala um... Ákveð heldur það fyrir augun? Ég var ekki að horfa í honum því sko. Nei, já, ég ætla bara að segja strax. Hann er með ljós augu, hann er með blá augu. Það er rétt, það fá báðið stig hérna. Halda gaman þar að Helvítismadur. Ég veit eiginlega hvernig augu flesti þetta eru með sko. Steindi, ég spyr þig hvern vill Egill mest hitta í heiminum? Sko Arnold Schwarzenegger. Það er rétt. Yes! Predatorinn og allt þetta maður. Þú er þetta þægilegt hjá hann. Já, það er þægilegt. Egill, hvern vill Steindi mest hitta í heiminum? Sko þetta er drullu erfitt með Stóni. Þetta var auðveldara hjá mér sko. Já, þetta var svolítið gefið stig. Þú veist. Nei, mann hefði getað sagt Sly. Þetta var Arnoldlega Sly, já, The Rock eða þú veist. Leitt að segja það sko. Sly er frábærs, en ég er bara erfitt að hafa. Ég elska Sly sko, en Arnold var undan sko. Sko, ég er að hugsa, þetta er ímyndilegt kemur til græn. Arnold er eitthvað UC-gómur, þegar það er rólinni því. Eða þetta er grínisti, þú veist. Ég skal gera það vísbendingu, þetta er ekki UFC. Ok, þetta er grínisti eða rappari. Akkur þetta hjálpa. Þú varst mikla erfiðar í þessu. Út af því að þetta væri kannski, þú veist, þú kannski hitt gaman að hitta Conor eða eitthvað, fyrst það er ekki það, ég bara segja, þú veist, það er mögulega. Þegar þú ert UFC-gómur og þá er þetta grínisti eða rappari. Þá er þetta sko Conor McGregor er einn af fáu risa súperstjörnum sem ég hitt og ekki sagt huge fan og beðið mynd með. Hann væri ekki á topp 10 UFC fæturum sem ég myndi vilja hitta held ég. Ég er að munna núna. Ég veit ekki, hann er frægur og við vorum að gera þáttunum Gunna og hann var að fara að berjast eitthvað. Ég vildi ekki trufla hann eða vera með eitthvað svona trúsleiti. Hann er rugglaður, það er gott viðtal. Ég fá hann í spjall. Þegar menn er að veitkötta og svona, það er ég held að sé ekki sniðt að vera. Ég leit hann alveg í frið. Mér finnst þess að Gunni hefur sagt það við mig að bara ektura. Eins og hugsa, ef þetta er grínisti eða rappari, veist, ég er samt ekki rappari, það var eitthvað, veist, Snoop Dogg eða eitthvað, þú er alveg gaman að hitta hann og myndi ekkert, veist, ég held að þetta lítur okkur grínistis og Dave Chappelle til dæmis. Og nálega það var Jim Carrey sem var alveg mest að hitta. Já, Chappellin er þarna líka. Fjórða og síðasta spurning. 1-0. Það er 2-1. Þú náður hérna augunum og þú ert jafnað, Egill. Hrikalegt. Ég spurði þig, ég ætla að byrja þér, Egill, að sjá hvort þið er spenni í þessu. Nei, ég ætla að byrja á þér Steindi. Þá var spennaði í lokin hvort það verður. Nei, hvort það ekki spurði. Þú gerir bara svo heldur þinn liður. Þetta er svo erfitt maður. Ég voru ekki að giska rétt. Ok, nei, ég ætla að byrja á þér Egill. Steindi má vera andlitið á hvaða fyrirtæki sem er í heiminum. Hvað sagði hann? Sko, þetta er drullu fucking erfitt shit sko. Ég var að hugsa sko út af því að hann alltaf með þetta UFC-æðið sitt og það er basically alltaf fyrirtæki eða bara vörumarki. Svo alltaf KFC óður, hann er svona fyrst sem poppuð upp sko. UFC er á markaði. Já, ég menn þú mættir alveg vera andlit þess, eða ekki? Ég menn heldur þú sé bara að taka út og Colonel eða hvað sem hann heitir hérna og setja Steinda á KFC? Já, það verður skrítið. Þannig að KFC og UFC, það er ekki þar. Það er erfitt að replacea Colonel. Þetta er erlend fyrirtæki, það er ekki með íslenskt. Valdan íslenskt? Hann sagði eitt íslenskt sem ég þurfti bara að stoppa. Nei, þetta er erlend fyrirtæki. Það er íslenskt? Hann sagði Hókus Pókus fyrst. Ok, fyrst að fór í erlend, það fór einhvern risa. Ég tek nú Hókus Pókus tilbaka. Ég segi Jagermeister. En hann sagði Microsoft út á Call of Duty og því öllum. Þannig að Steindi er með sigur ætlar að rústa sig. Andlit Jager. Já, það auðvitað átti að segja það. Ég en sko Egill, hann er búin að vinna. Ég var að hugsa eitthvað svona matvæli svo hann er með hendur í vös eðlilega kokki, búin að vinna eins og kjókling eða eitthvað svona gym dæmi sko og eitthvað hannig en ég held að hann hafi hugsað stærra en það. Ég hugsa að ég er að spá í hvort sé Apple, Tesla eða hreinlega Meta og ég ætla að segja að hann hafi hent sér í Apple. Hann sagði Meta. Vel gert. Og hann var Tesla líka. Ég taldi 3 fyrirtæki. Taldi ekki Apple. Þetta var hann átti greinlega sigurinn skilin í dag. Með það náltis. Og Egill, ég þarf að rífa mig í gang næst. Já, þú varst að rífa þig í gang. Þetta var drullu góða spurningar í dag. Þekkið ekki og við óskum Steindóri Róðari Steindórssyni innilega til hamingju með sigur. Hann er að fara í síður. Pepparinn í helgina. Já, það er ekki að fara í neitt af þessu. Þetta var hálf ógeðsleg spurning. Herru, já. FM 957. Það er þeirra að hlusta FM 957 hér á FM 957 en við erum ekki í beinni útsendingu núna því við Steindinum komnir inn í klefan góða
Heyrðu Þetta að gefa upp strax hvað maður frí Já, ég ætla að þetta var vísbending Já, það var engin kvefi í síðustu viku Nei. Þannig við erum peppaði núna Já. Og það eru nokkri búin að vera að biðja ferðarleik bylgjunar Hárrétt hjá þér og núna erum við að sigla inn í febrúar Já, það eru komin inn í februar Við erum að sigla inn í viku það sem er hellingur að gerast Já, við erum að sigla inn í miðjan febrúar Já. Og þar, sko, við erum að tala um bolludagur, sprengidagur, öskudagur, valentinsudagur Þetta er allt í sömu viku Þetta er rosaleg vika Þetta er rosa vika. Margir tala um þessi viku ársins og hérna, þannig að þú veist af hverju ekki að vera með góðan bollu, hvað kallum við þetta? Er þetta bollu? Nei, Þetta er alltaf bara ferðarleikur Já, bylgjunnar segir alltaf bara að þetta er hérna Já, Þetta er í tilefni af því að það er bolludagur og sprengidagur og allt þetta Já. Sko, ég er með fullt af hlutum, ég er með flösku já. Ég er með örgisvesti Allt þetta er óþarfi Við þurfum bara að vera með hljóðin í símanum Þú vart bara að vera með bjöllu ef ekki með nei og... Já, en þetta er svo gott sko að þegar mér datt í hug hlusta á þetta hennar hljóð Þetta er líka örgisvesti, ég held að Kristján Már hafi bara verið í þessu að skoða eldgósi sko. En ég held sko, en þegar þú ert með tónlistin undir þú heyrist þetta ekki, þú vart að vera með intense tónlist undir Þú heyrir þetta alveg En þú allar að setja meiri metna en þetta heldur en Nei, alls ekki, liklar Ég er með þetta allt saman, epli Þú veist, það er fullt að dótiðna skeiðar og kaffibolli Svo er ég með veski og fleira hérna Allt þetta er óþarfi, verður bara með síman og tölvuna reddi hérna, Ég er búin að stilla upp fyrir nei hérna börsennum Hafðu við það á píluna og hérna play Þannig að leiðu ítur að það, þá er hann tilbúinn Já, herðu Og hvað, þetta er í fyrsta sinn sem við ætlum með ABC spurningar Já, það eru valmöguleikar í ferðarleiknum Já, fyrir fólk sem að fær símtalið og það þarf að svara ABC Af hverju er bolludagurinn og af hverju er sprengidagur Ég held að fólk fatt ekki, þetta er svolítið trikki sko Því að ég er með spurningarnar, ég er með lagið Ég er með bösserinn, ég er með hlutina Það er rosa mikið sko Ég er með mitt lag líka Já, það er alltaf að gerast hérna Hefur ekki bara að byrja þetta? Jú, hvað erstu komið með eitthvað nafn? Já, hún heitir Hafdís eins og mamma Ok, fallegt nafn Já, bara ég spyrir eftir ready Ég er bara algjörlega ready Hvað hétt náttúrulega, Ballið 3000 eitthvað? Já, eitthvað svo leiðis og manstu það er allir þetta Já, ég skal Ívar og Gulli Frábæst, til Halló Já, það er komin hlustandi á línuna Hafdís, hvernig hittu á þig? Þú ert í beinni útsendingu hér á Bylgjunni 989 Ballið 3000 heiti ég og ég er þetta með öllum mönnunum hérna Ívar Gulli Við erum öll hérna mætt Hvernig hitti á þig Hafdís? Hefur þú tíma fyrir 2 spurningar í ferðarleik Bylgjunnar og þú getur unnið ferðagrill, hótelgistingu það er sprengisandurinn og ég veit ekki hvað saumabústar og fleira fyrir ekki, hvað segirðu? Hvað er í gangi? Herru, þetta er sem sagt bara verið að hringja handa hófi. Þú ert í beinni útsendingu hér á Bylgjunni og komin í ferðarleik Bylgjunar ef þú vilt taka þátt. Ertu til í eina spurningu hérna? Ok. Já, glæsilegt. Hún er til, drengir. Og þá skulum við hefja leika. Fyrsta spurning, Hafdís, af hverju höldum við upp á bolludaginn? Og þetta er ABC spurning og hlustaðu nú vel. Þegar hún er rakari fyrir austan, þrekjuna mikill rakaði alltaf á þessum degi og hann var með bollur í boði. Númer 2 var það því að hann Arnaldur Hæll frá 1905 var með fullt frásar hendur á dag og var alltaf að slafa í rassinu vinnu sinum og til ráða gáðurinn vönd. Fyrsta vöndin og hann elskaði bollur. Eða númer 3 var það af því að bolludagurinn er mánudagurinn í föstu inngangi 7 vikum fyrir páska en föstu inngangu kalla síðustu 3 dagarnir fyrir langaföstu sem hefst á miðvikudegi með öskudegi. 3. Það er nummer 3. Ok, það er 3 segir hún. Ok, heyrðu, má ég sjá Heimir, erst þú með þetta? Já, það þarf að slá hérna innvæntanlega, má ég sjá, hún segir þetta nummer 3 og hvað kemur þá? Býttu nú við. Nú er ég ekki með þetta. Það er því miður ekki rétt, elsku Hafdís. Það var rétt svar. Rétt svar var í rauninni það var hann Arnaldur Hæll og það er ekki margir sem vita þetta. Hann var fyrsti maður til að eignast vöndin. Já, ég ætla að segja það sko. Já, það er ekki hægt að breyta akkurat núna. Við höldum áfram. Viltu hafa hana spurningu, Hafdís? Já. Önnur spurning, hún hljómar svona. Af hverju höldum við upp á sprengidaginn? Við höldum upp á sprengidaginn af því að það kom leki Snjólf SOS
sem var frægt skip þekkt og lag í matakamana og það var verið að flytja saltkjöt og baunir og þá þurfti áhöfnin að matast svo ekki allt er ónýtt og sprungu gjörsamlega áti. Var það að því að Guðlaug Hrafnkelsdóttir húsmóður og 1000 tala smiður sprengdi fyrsta frostinn 1967 meðan hún nagaði saltkjöt eða þriðja er sprengidagurinn af því að eða sprengikvöld er þriðju dagur í föstu inngangi fyrir löngu föstu 7 vikum fyrir páska og þú þarft að velja það er nokkuð ljóst var það 1, 2 eða 3 3. Það er þristurinn Siggi og Ívar hvað segir þið með þristin maður sjá rétt svar er býttu að vera að slá þessu öll hérna inn þetta er bara ekki alveg komið því miður þá fór þetta ekki út í dagulli Nei, hún var nálægt því Hún var mjög nálægt því og Hafdís við þökkum kærlega fyrir þátttökuna og vonandi er bara nærðu aftur inn síðar Ég reyni Já, að gera Herru, við segjum það Hafdís mín og segjum að takk fyrir að taka þátt Já, bye Já, bye Ég er múin að gleyma það sko, þetta er bara Þetta er álag Já, þetta er eiginlega mikið álag Já Og þetta er náttúrulega bara mesta rugl Þetta er mesta rugl hrifin aðeim öllum En hún giska á rétt svar í báðum Já Þetta er svo mikið kæft aðeim þar Auðvitað giska hann á rétt Já, þú gafst vitlaust þér að hvað var rétt svar hjá þér í Þú sagðir ekkert hvað var rétt svar Í númer 2 Nú fórum við ekki við það Nei Rétt svar í 2 var Það var hún hún Guðlaug Hrafnkels húsmóðir Sem hvað? Hvað var það? Sprengdi fyrsta froskin 1967 og meðan hún nagaði saltkjöt Guð með góður Þetta er sprengidagur Svo sagður ekki heldur vinningana Jú, ég kom eitthvað inn á bústaðaferð Já, á Sprengisandur og... Nei, fjórhjólið á Sprengisandi Sprengisandur Heitir ekki Svartisandur Já, Sprengisandur, hvað ertu bara að gefa húsnæði hérna á Sprengisandur? Þetta var líka bylgjunar Hún hafði gaman að þessu Já, hún var í stuði Hún var bara í stuði, hún var bara hlæjandi og hafði gaman sko En sko, hún vissi ekkert hvað var að gerast Nei Maður heyrði það Ég erstu hissa, þetta er náttúrulega bara algjör fróða Nei, hún sagði sko, bara byttu í skil ekki alveg Ég sagði, jú, þetta er beinni þetta bylginni Já, þá peppaðist hún aðeins Já, hún ofpeppaðist þá sko Herðu, bólum þau gaman að sem ferðarleikur bylgjunar í fyrsta sinni í langan tíð Það held ég, kæru vinir, þeir að hlusta á F95 blöð hér á F957 og mér finnst alltaf svolítið gaman að opna því að þá fæ ég að bakka inn með glænýjan tónlistatíma hér á FM Já, það er, hér er topp tónlist á FM Já, og svona opnar og hleypir út tónlistinni og minnum að fólk sem hef ekki búið að kjósa í hlustendavelunum að ég henda í myndbæða í dalinn, myndbæð ársins Myndbæð ársins, það væri gaman Já. Það væri gaman, við erum í rosa sterkum vloggi Já, það er komið myndbæð Kjósafélagana En það er hins vegar komið að dagskrálið sem að ég er röglega af mörgum óþróskuðum eins á óþróskaðasti King of Bolludagur King of Bolludagur, það er endar svolítið hrættu við þessa Rögtu góðu dagur Já, þú fegst eitthvað kaldaðan og ég fór að kynna með bolludaginn bara las bollu ég bara eðal deginum í dag 7-8 klukkutífum ég les bolludaginn ég gerði það nú daginn líka eina sem ég komst að var bara þetta er eitthvað 3-4 dögum fyrir löngu föstu já, það var í klefunum að hann en þetta er sko þetta er búið að vera hefð á Íslandi í yfir 100 ár þetta er eitthvað glænýr eitthvað hérna Já, en þetta er alltaf breytast þessu öskudagurinn er í dag bara orðin svona Halloween þetta var óttur að hengja ég var í Iðufellinu í svona svörtum ruslapóka og var að hengja svona öskupóka á lið var það gaman sko og bollan, maður var alltaf með bolluvönd bolla, þá skuldaður bollu Já, það er ennþá bolluvendur á leikskólum ennþá sko En sko, málið er að hver er svo meiri bollukall og málið er að sko King of Bolludagur Þetta er skemmtileg tölfræði Þegar við hvoru unnið þegar í fyrra fóð 3-3 hjá Rikka og Steinda Já, hefur þú keppt í þessu aður? Já, það er 3-3 í fyrra hjá Richard og Stóni, Blöður í Síkubásu og svo 5-5 hjá Rikka og Blöð 2019 þegar Richard er búin að báða á keppunum þið er aldrei mæst í King of Bolludagur þetta er eiginlega frekar stórt sko þið er aldrei unnið þannig að þú viltu vera fyrst í gæði sem vinnur Bolludagur Þetta er eins og það er að Tyson og Holyfield mættu slagsins og fyrsta spurningin er þitt faglega mat að þú gætir
án þess að fá aðstoð frá frúnni sett upp svuntu í eldhúsinu og bakað good shit bollur. Já. Það er punktur að segja það strax. Bara við erum með uppskrift. Þetta var kokki, já. Ég held að það er svona að hugsa það og... Við erum með uppskrift, Sko, já, þetta þarf að vera, já, þetta er alltaf ætt hjá mér, en þetta er ógeðslega ljótt. Ef ég er alveg hreinskilinn. Karmela og nári og Ég veit ekki en ég sé ekki svuntublöðin í eldhúsi að búið til Ekki bollur, heldur, sko. en ég er ekki það mikill imbasúli að ég á að geta fyllt leiðbeiningum. Já. En bollurnar minnar eru ógeðslega ljótar. Ég veit að Rakel er hlustaði, kannski fáum feedback frá henni með þetta. Já, hún er hlæjandi núna, ég get staðfesta. En þið fáið bóðið punkt. Ég held svei. Þetta er eitthvað faglega mat. Spurningi var ykkar faglega mat. Johnny er búin að mastera bananabröðið. Það er þægilegt að hendi það. Þú ert bara basically í 10 mínútur sko. Já, það er erfið að gera bollur held ég. Það er miklu erfið. Mastara bananabröðið, já. Bananabröðið, ég er bara að mastera það sko. Það er mikið fyrir það að Það eru margar erfiðar og sumar easy. Sko, fríar bollur að eilífu eða frítt japlað að eilífu. Jésús, það er ekki að halda þetta er bara þið hitt ekki frítt hvort þið er. Ég ætla að segja bollur bara. Ég ætla að taka bara bollurna líka. Já, auðvitað tökum við bollur. Já. Ég meina, hvað viltu að við segjum hérna? Ég veit ekki. Ég meina, þetta er léttara því Þetta er alltaf punktur eða þið segir bollur, sko. Já, ég er bara borga fyrir bollur. Það var gaman einhverju þess að titt. Nei, það er bara, þetta var næsta spurning. Sko, ég þarf að hefja lestur fyrir næstu spurningu. Það kemur ekkert óvart. Út af því að, sko, ég er að útskýra fólki og svo kemur spurningu. Og hér hefst lestur beint af Wikipedia. Ég drekki þess að ég er búið til. Beint af Wikipedia? Já, bolludaginn. Ok. Og hér hefst lestur. Gæsalappir. Flengingar og bolluátt. Ég veit hvað. Ég er að lesa virtri síðu, sko. Já, heldur, ég veit ekki hvað er að koma. Nei, Virt sé ekki, það er hvað sem er sett að þinn. Já. Ok, kláraði. Flengingar og bolluátt berast líklega til Íslands fyrir dönsk eða norsk áhrif á síðar hluta 19. aldar. Líklega frumkvæði þarlendra bakara sem settust hér að. Og hér kemur spurningin. Hefur þú verið flengdur í rúminu eða flengt í rúminu? Vissi þetta var að koma. Punktur fyrir annarkvæm. Þetta er ekki að vera bæðið henni. Ég held þú allar að spyrja bara hefur unnið í bakari. Já, sem ég hef gert og ætti að fá stig fyrir sko. Hefur unnið í bakari? Þessu þreytt spurninga það. Ég er þetta að spáða bætinu við punktur og blöð. Nei, ekki bætinu við. Hann er vann í bakari. Hvað viltu bara kynna bóli? Það má ekki bæta við í meiri keppni. Nei. En sko málega er, ég get bóli, eitt smá að bossan punktur. Já, verið flengdur eins og niður. Það ekki? Hvað sagði þau, flengdur eða flengt? Já, annarkvort. Já, ég Þetta er ekkert útskýra hvort það var, sko. Nei, við skiptir engum máli. Ferstu í menn. Punktur á báða? Já. Þú eru rugglaðir. Þegið. Sjá, þrjú. Næsta. Þrjú. Það dó eitthvað inni með þetta. Tvær í röð svona, sko. Við verðum að dreifa þessu ruggli, sko. Er þitt faglega mat að pilsað með öllu ætti að vera 30 skona réttur á high-end dressa? Hvað er það með bolludaginn að gera? Ég ætla að segja já á það. Það er punktur á Steindór. Aldrei, pulsa. Sko, þú hefur aldrei smakkað, þú verður að smakka í fyrsta skipta á 5 er ekki smá bollufílingur í því að kalla pilsu high-end eða ekki? Ég held mér að uppáhaldsmaturinn minn er pizza. Já, það er satt, þú ferð á veitingastað og veist, ég ekki séð oft posta og stóri út á veitingastað pizzu. Það er meira út heima og bara slagur. Þú farið að borða og farið þér humar eða steik. Ég myndi aldrei finnast að pilsa ætti að kosta 30 skall eins og Steindi, sko. Nei, þess vegna því miður, ég leggja á leiðilegur þá. En þú vissir ekki hvað þetta væri. Þú væri bara í fyrsta skipta að fá rétt bara, wow, dulda skrítið maður, eitthvað inn í þessu brauði og eitthvað sósur og djúðlega gott maður, þú veist, þetta gæti orðið. Steindur menna að þetta er markasett rétt. Nei, Steindur er alltaf að tala um að ef pulsa verið að koma út núna og væri á veitingastað, nei, þú getur samt ekki sagt 30 stað, því að bara rámtil steik er 10 skall, 12 skall. Þannig að þú getur ekki sagt að 30 væri rétt verðlagt á pulsu þó þetta væri komið fyrsta. Ég meina steik er kannski á hvað 7-8. Þetta er bara frambóða eftirspurð dæmi. Þetta er mjög dísnt. Þetta er bara 2 stöðum kannski. En þú lappar nú apotekki, aldrei borga pulsu á æfiðinni. Það bara réttu sem ekki til. Já, og kaupir 2. Já, myndir kaupa 2. Þú myndir aldrei borga 30 fyrir það. Nei, þú fengir 2 fyrir 30. Þú hatar, Nei, þú fengir auðvitað 3 fyrir 30. Þú veist, það eru 3 á disknum. Og í svona gulli sem ég fekk með þér, mástu það, á gullpilsa. Já, það var bara því að Rakel var að stríða þér, sko. Það var rosalegt. Var þetta álpapír bara? Nei, þetta var eitthvað sem hann keipti. Þú mátti borða þetta. Já. Sko, er 30 skona réttum máli, þetta er kannski ekki rétt verðlagt.
Koncept allir að þetta vera með dýr eftir ok, spurningin var bara finnst þið pulsið það góður það ætti að kosta miklu meira að gera og ég er ekki samanlega ég myndi segja að það verið 2 pulsur á disk á 14 og 9 það verið strax eðlilegra Ok, sko, hefur þú kallað einhver tíman jöllur bollur? Það nafn er verra enn jöllur ef ég hef gert það, þá hef ég verið 7 ára Pétur Jón og Dotti Dingdong kvöldu alltaf jöllur alltaf bollur Nei Jú, bara bollur hætti, jú Þeir kalluðu jöllur bollur Ói, ég ætla að vona Pétur og Dotti Ég held að enda að kalla þetta bollur Ég myndi aldrei gera það, sko Vistu, við reyðan allar hellur Auðvitað En þetta er bara spurning En er það nóg að setja þetta einhver tíma einu sinni bara? Já, það hefur þá bara verið þegar ég er, eins og ég segi, 6-7 ára eitthvað En ekki sem ég mann eftir Ég nota held ég bara brjóst, sko Ég held ég nota korrupt orðið Brjóst? Segir það bara? Brjóst Þetta eru brjóst Ok, jú Brjóst, finnst þér erfitt að heyra orðið brjóst? Nei Svo sem ekki En það er ekki með punkt á það Það er vonað að ég finnir skára að segja brjóstinn bollur Þetta er skrítast Það er mjög margir sem kalla brjóst bollur Ég held að þetta myndi ganga út á mat Það er engin af því Það er ok Sko Bara Pétur Sturlaðust úr gleði Þú sást fréttina Bollurnar eru á sama verði og í fyrra Nei, ég frétt núna í vikunni Það er alltaf ekki að hækka þér Ég vissi ekki Hvernig leið ykkur bara Ég er að spyrja hvernig ykkur leið Ég bara sá ekki fréttina Vissi ekki af þessu Hæ? Nei Þú veist að Ég meina fréttavika Gilsarans er í blöggastinu Ég er ekki byrjað að fylgjast með fréttum strax Það er ekki kom frétt Já, ég vissi ekki Ok Og hefði ég vitað þá hefði ég samt ekkert eitthvað sturlast og gleði sko Nei, menn ég er ekki að fara að trillin í apotek og kaupa einu svona stóra bollu sko Apotek? Nei, inn í bakari Hvort er þetta vastegsbólu með að gerból? Er ekki vastegsbólunar Það er slettar með fluffy Já, ég er í þeim Mér finnst þetta allt gott Ég er í vastegsbólunum Ég er að vona hressu einhverþálan en takk þetta Maður fæsir alltaf boll og boll Sko það er 4-3 Hvað er ein eftir það? Steindi er örugur með Hann er ekki að tapa allavega Og síðarspurning Hefur þú borðað það mikið á bolludeginum að þú gast ekki sprengt á sprengideginum sem er daginn eftir? Nei, ég hef aldrei gert Ég hef aldrei borðað yfir með bollum Ég hef borðað yfir með hangikjöti og Nei, ég hef hamburgarrygg Hvað er þetta svara þessu? Vilt þú svara? Ég bara nei En þú hefur bæði og elskar bollur og sprengidaginn Þú er með dominating win sko. Nei, hann er búin að vinna Ef þú segir já, það er 5-3 Það er að rappaður yfir þetta sko. Ég er bara búin að vinna og ég er bara nokkuð þakkláttur með þetta held ég Sáttu við sigurinn? Ég vissi mitt vinna Í fyrsta skipti er sigur með King of Bolludagan Það er Steindi frá, what's favorite, þú tók þetta Já, hann vildi það mikið vinna þetta Hann bannaði að bætin hefur unnið í bakari sem að er svona eðlulega spurning þegar kemur að Bolludagan Já, mér er bara skrítið að bæti spurningu þegar þú byrjaðir sko Það er enda að skita á mér auðvitað átti að það vera spurningana Fyrsta vinna mín á bakari Já, þetta er fyrsta spurning Já, hefur unnið í bakari Já, en þú veist, skita á mér á næsta ári verður þið svo spurning Það geti komið þá Þannig þú var að vinna í bakarín og næstu Já, ég er smá tíma til að henda eina vakt þar Mér finnst það sko að því að þú ert með sumt svona seasonal það böggar mig ekkert að þú sleppir King of Bolludagan næsta ári svona með hvernig þessi var Ef ég var hreinskilinn Það var skrítið Ég er ekki að fara að minna það á hann alltaf Þetta var King of Bolludagan FM 957 Þurrlustaffi 95 blöð hér á FM 957 Það er fullu bátur Auðun Blöndal, Steinþór Róa Steinþórsson og Egill Einarsson með þáttinn eins og flest alla föstudag og við erum að fara í dagskrálið núna drengir sem að hefur ekki verið í smá tíma og heitir Should I Stay or Should I Go Should I Stay or Should I Go Góri pásu Já, það er okkar besti maður Steindi Junior sem að sér þennan lið er höfundur og já hvað sem er höfundur spurninga og Spirit heyrðu, hérna, eru þið klárið það? Já, þetta er pínu svona þetta er annar þarf að fara af veginni þegar af Íslandi og svona, nú var ég til í að sko fá lagið undir Herðu, ein spurning hérna myndið þið kaupa ykkur Apple Pro gleru ég var að sjá þetta hérna á netinu var á Twitter þetta er, ég ætla að vona Ég hef ekki séð hann þessu rögl Ég myndi aldrei kaupa Mér langar í þetta Mér langar í þetta að prófa þetta En fólk er að labba með risættin eins og skíðagliru Það er snúra sem hangir í þessu sem fólk verið með hérna bara svona Þetta mun þróast væntanlega Já, þetta er svolítið svo fyrsti
iPhone klunarlegur og aðstæðlegur svo það er betur og betur og betur, þetta er fyrsta ég held eftir eitthvað x ár, þá verður hleyja þessari típu Þetta er bara eins og sitt í og þetta er líka svolítið þung þetta er svolítið álag á hálsina þetta rýfur hans í Hvað kostar þetta? Hvað kostar svona gleraugu? Var þetta ekki 300? $4,000 $4,000? $3,000 til $4,000 Vá, Hvað heitir þetta? Haldið að sé komin Apple einhver Vision Pro var ekki bara $300 Var þetta ekki ódýrt? No Er einhver íslendingur komið sér gleraugu, haldið það? Maður hefur ekki séð þetta í Íslandi en þetta er að byrja að koma hellinga einhverju vídeó $3,499 Þetta er bara $500,000 Og málega er að þú ert með þetta hérna, já þetta, en þú ert með þetta þetta er eins og skíðagliru, fólk hlýtur að sé þetta núna, þetta er út um allt líka bara eins og Instagramin og Reelin og svona það er snúra sem hangir úr því meðfram líkamannum alveg og setur það grunni í vasan eða eitthvað þetta er svona, þetta er eins og Egil segir þetta er rosalega, það verður hlegið að þessu setna sko, það er bara, maður sér það En með snúruna, ég held, er það ekki þannig að þú veist, þú getur tekið hann úr, þá lifir þetta svona 1,5-2 klukkutíma, batteri er ekkert betur en það Nú, ok Þá er þetta væntanlega tengt til síma En ég myndi að tæknina þarna, þetta er alltaf rosalegt Þetta er störlað Sko, að hérna, ég var að hugsa sko þess að mig, bara, veist, og þegar ég sendi mikið e-mail, þú veist, hörru, getur ekki verið breyta svolítið, ef ég seti þetta á mig og er að svara mailum bara hérna með hendundur upp í loftið og þú veist, Sko, en nema að maður er super slowað þá þetta var ekki málið sko Eina ástæðan fyrir ég væri til að eiga sér gleraugu það væri bara þegar ég væri að ferðast af því að ég sá þú getur sett upp, þú stækkar og kemur bara svona að þú getur verið í bíó í flugvél horfum bara út með og bara með risastóran skjá á myndinni 3 skjái það með í flugvél sem 3 skjái En það sem, þetta er svolítið next level shit og pluss líka það sem þú sérð það er ekki að horfa á segjum sem þið vinnir 12 þú ert alltaf með gæði við hliðina og getur alltaf að horfa á hvað það gera það sér einhver þú sérð þú getur að svara í e-mailum og geta og getur að horfa á enginn að missa neinu sem ég er að gera matur á Pornhub skilur og sér enginn hvað það gera skilur Nei, en málið er að þetta mun breyta aðalega held ég íþróttaleiknum af því að þú getur verið sko nú eru margir leikir eins og NBA og box það er eins og sett courtside eða ekki Jú, það er basically bara einhver myndal sem tengist í þessu og þú getur verið bara courtside, þú getur verið undir körfunum þetta er live, fattur það er enda next level shit þú ert bara komin á völlin gæti alveg þess að fólk hættir að fara á völlin já, að fara á völlin er alltaf að fara á völlin og svona, þetta er samt, þú veist þetta er rosalegt og strax svo er þetta rosalegt það gæti ekki, sko, en ég held þess að einhver umræð með þetta að þetta er pinnandi að leysa þetta þannig að þú ert með vinuðinum á vellun sem að þú ert með þessi headphone heima á þér og við erum að live og NBA-leik courtside með glerun þá setjum við hlið samt og erum að spjalla á eitthvað þú ert sem ég upplifið þetta með vinuðinum en þetta er steik ég minna þú veist Eminem fyrir mann sem hræðist breytingar Eminem var með risa tónleika inn í Fortnite daginn þú veist þannig að þetta er alltaf breytast en já þetta er ekki eðlilega dýrt sko bara half M þannig að þetta er bara Ef við kaupa eitt saman Nei, ég er ekki að fara að kaupa þetta Hörru, förum í Should I Stay og Should I Go Should I Stay og Should I Go og já, nú væri ég til að fá lagið undir Já, setjum lagið hérna undir látt og ekki oflátt Nei Should I Stay og Should I Go mætt undir og drengir, eru þið klárið? Við erum ready Ok, þið munið, það er alltaf annar aðeins sem fer þarf að vera sendur í burtu Hvað er þetta margar spurningar? Ég er með alveg 5-6 hérna en við getum bara ráðið við erum að 3 eða 4 Sjáum til bara svo vilt skoðum þetta byrjum á þessu Rikki G eða Hjöppi K annar er deyr enginn, hann þarf að fara veginni já, það deyr enginn þannig að við þurfum ekki að fara alveg þanga en á móti þá náttúrulega er leiðilegt að sjá ekki familíun aftur eða taka hana með sko þessi er erfið sko hérna þú ert bara að senda hann heim já, nei, byrju, familíun má ekki koma með sko þú ert ekki að drepa neitt nei, þú ert bara komin á annar land sko já, mann getur verið á tenni bara þú ert bara eigu og bara sko, ég ætla að þú hefur alltaf tekið get the hell out of here ég ætla að hafa þetta þannig að Hjöppi ferðast töluvert meinar ekki Hjöppi er komið með golfdellu og lokastígi þannig ég ætla að senda hann bara eitthvað starf þar sem er sunny og hann getur spilað golf og drukkið rauðvín með Pepsi í allan daginn þannig að hann verður bara nokkuð glaður með það kannski já, það er bara Hjöppi myndi plummera sig 10.000 sem betur erlendis heldur Rikki, ég ferðast með Rikka og það var sett á filmu Hjöppi hann myndi ekki surviva kannski Hjöppi er veraldavanur maður og getur plumma sig hvað sem er Rikki getur eiginlega ekki plumma sig annars stæðan á Íslandi hann er búin að læra hratt sko já, það er ekki topp maður, þetta er bæðið topp menn já, hann er búin að læra mikið á þessum tíma svo, þú veist þessu, þú veist ekki langt síðan sem við Rikka talaði við lobbyið að fá late checkout hann sagði, hvað er late checkout, hvað er jöfnum það
Sko, hann bara búin að vera að upplifa hluti mjög hratt undanfar. Nú orðin heimsborgar í rauninni. Fyrir að fótt í Bandaríkjana þá hann aldrei verið á hóteli með mínibar, sem eitthvað skrýtnast sem ég heyrt. Það hindar. Sko, maður þarf alveg að fara að horfa á þá séri öttur. Það eru golden moments það sko. Þetta svona pros and cons, Richard alltaf geggjar jagur, þú byrjar alltaf dag og tveimur jager. Það sem þægilega við Hjöpi líka, svo tókum mannslíður daginn, hann sér að bóka allar ressa, það er svona heilalöst frí einhvern veginn með alveg svo þegar við ferðum með þér Já, út ekki að gera neitt bara hvert ég að mæta í hátur, þennan stað og hvað í kvöld, þessi hann ég elskar Richard út af lífunu en get the hell out of here Hann ætlar að senda Rikka af veginni ég ætla bara og láta hann plumma sig Ég ætla að vera með Hjöpa Það? Þú varst að tala hvað Hjöpi væri góður erlendis ég vel Skeitt ég í leikinn? Ég held að þetta ekki að skilja liðið Hvernig segja neins verða? Ég held ég væri í Dubai og mætti velja annarkot til að vera fullu með og sendi henni í burtu Nei, annar bara gerður útlæðin og fær aldrei að koma aftur til Íslands Já En ég minna, þú Eitt þarf að fara af eigin Mér varst mitt version er að þú tulluð skemmtilegri Já, það var svo allt annað Hvað varst þitt version? Við erum bara fullir elendis Við getum bara viljið breytið það Þannig að það þarf að fara heim Það er fallegra sko Út með þinn leikur er miklu verri Senda hann í burtu að eilífu Gerum það bara Ég hugsaði bara svona 10 dagar eitthvað úti Ok, ég ætla að segja þetta sé bara vikuferð Það var einnig það sem ég hugsa Hjöppi góður að bóka allt, ég þarf ekki að gera Ég er sammálaglega þar, það myndi ég halda Hjöpa Þetta ekki Hjöpa, leikurinn Var upprunlega leikurinn að senda af Íslandi bara að eilífu Þetta er svolítið daft Þetta er hardcore En hvað finnst þið þá liðin svo að giftast og drepa? Það deyr einhver sko Já, það veit allir að það kjaftaði sko Þetta er svo raunverulegt En ég málega ég fíla tvistið Þetta er mjög skemmtilegt Þannig að núna er þetta þannig að þú ert með einhver á tenni og þeir eru báður að annar verður að drulla sér Ekki tenni Dubai Ég möftur að prófa Dubai Það er aldrei komið okkar Dubai allavega passar við næstu En ég kom til Eisi Ok, ég ætla alltaf að velja nýtt land Ég vel nýtt land í hvers geti Næst er það Dubai Það eru viðskiptamenn og þetta er Björki Tóri og Robert Westman Þarna verði ég að henda Hver verður heima? Núna er þetta basically hannig Hver verður eftir heima? Erum við Dubai Bara eiga helgi Nei, þeir á Íslandu verður að fara út Hver verður heima? Já, hver fara ekki að vera Hver kemur með til Dubai? Ég myndi fara í svörstu engaþóttuna hjá Tór held ég Við völdum náttúrulega Robert Westman sem fyrir áður en árið fór í gang sem viðskiptamann Þess ás Já, út af því við vissum að myndi loka þessu húmýralifi þarna sem hann auðvitað gerði eða þið sem ég búin að sko Já sko þetta eru Svo Björki okkar besti maður auðvitað 2,5 B Vestmannin og allt það en það eru góða líkur ég hitti bara David Beckham í þóttunni ef ég er að fara þarna með honum til Dubai sko Ég á kampavinni á Vestmann heima sko Þannig að Blöð ætlar að henda sér á Björkan þarna og Egil, hvað ætlar þú að velja? Þetta er síkala erfitt sko Sko þá er ég búið að þekka Björka lengur mest að frábær, hann er fellow bodybuilder Bekkja 200 Vestmann hann er líka frábær Þannig að ég vona mér ekki sá ári, ég elskaði Vestmann og halda áfram að gera góð hluti en ég vel Björka Tór Þannig að þið fara út með Björka Næsta, Sigrún Ósk eða Eva Laufey Dubai aftur það Okkar bestu, nei við getum haft þetta bara til dæmis bara Kongsins Köpen bara Stemning í Dublin Stemning í Dublin? Já, bara Guinness og bara stemning og bara, þú veist, fara jafnvel á tónleika eða eitthvað Þú ert að setja manni í partí Sko, þú ert að setja manni í erfæðstöðu þannig Þið þekkið það tölvöld betri Þið er búin að vinna með daglega Ég ætla verktakatrúður hérna, sko Þannig ég hitti það í svona 2-3 sekundur bara hérna fram á gangi, sko Þetta er, sko, Sigrún verður brjáluði við lefu Eva náttúrulega sveik stöðun og fór í Hagköp Það er eina sem er miklu erfður að blöð sko hann hefur komin í álur vesen núna sko. Vesinið er að það er, ég held að það sé meiri drikkjubolt í Evu Hún reyndar hún óleitt núna til hamngi með það Eva Heldur það sé meira það sé meira partí í kringum Evu Þú fílar það? Partígöðu sko Samt ég hitti Sigrún með Casino og svona hvernig er það að plata með þér í Casinoið? Hvoruga Ég þekki Sigrún að spytur Við Sigrún hendum okkur til Dublin Það er svo leiðis Egil Sko báðar skemmtilegar Alltaf því ég hitti þarna frammi Hressar, hlæja mikið Stemningsfólk En ég sko Ég er að Masterchef og Eva líka
Ég held að myndu smell passa það. Já, þið takir partí hérna og Ég held þá það. síðasta drengir, fjórða og síðasta, þetta er Pétur eða Sveppi. Þetta eru usual suspects. Hörðu, er þetta að reyna að hafa þetta kræfjandi? Já, þetta er kræfjandi, þessi er erfiðust væntanlega og þetta er sko, við erum að tala Hvað location? Já, kannski verið að fara. Sko þetta, Líkilatið location þetta eru 2 vikur. Þetta eru 2 vikur Já. og locationi drengir er, ég ætla að henda ykkur til London. Já, það er stemningsborg. Sko, þetta er tricky shit maður. 2 vikur, ég held nafnilega ef ég ætti að fyrir langa ferð þá tæk ég Pétur. Ef ég ætti að fyrir stutta ferð þá tæk ég Sveppa. Heldur að er Sveppi ekki með þóliða? Jú, hann er með of mikið þól. Á meðan að Pétur getur dannað sér niður eins og fyrir fólk sko. Já, það er þetta áhugjör að því að þetta verður of mikil keisla með mushroom. Ég get ekki verið á 2 vikna fyllir í og hann að skríða herbyggið einhvern veginn og Hann er nefnilega, hann er döflugur í þessu. Er Pétur rólegri myndur þú segja svona hérna? Já, Pétur er svolítið eins og ég getur tekið 2-3 daga og svo verður Game bara að taka nokkra daga frí sko. Já. Þannig að fyrst þetta er 2 vikna ferð þá myndi ég taka Pétur. Já. Ef þetta væri 3 daga ferð þá myndi ég taka Sveppa. Já. Og það er staðfest. Og þetta er demgut, þú ætla báðir heldur skemmtilegi sko. Þú örugum með skemmtilega 2 vikur Þú ætla verið úti með Sveppa í nokkra daga. Ég tók ykkur 5 daga með honum í Locarno. Já. Það tók að Sveppadífuna sem var heldur skemmtilegt sko. En þá var hann álfuru aumingjarn í lokin sko. Það var 5 dagar, þetta er 2 vikur sko. Ég veit þetta svo, en ég held að það verið þannig eins og Blöð segir sko. Hann var búin að gíra sig inn í 5 daga. Hann getur líklega að gíra sig inn í 2 vikur. Ef einhver getur. Hann var búin að ákveða bara held ég að síðust dagurinn einhvern veginn nú erum bara heim og Þannig að þú tekur mössa. sko Blöð með Pétur. Mér fannst helviti þægild einhvern veginn að vakna, fór í morgumat en hann kveikti sér í síkó. Mér fannst þægild að vera með omelettu og fá reiki í andlit. Mér finnst hérna með síkóturreikur er hún ekki vondur og mér finnst að kósi. Hann er frábær bara. Þetta er hættur að reykja kallinn sko. Þannig að ég held að hérna, já, þú tekur peði ég seg mushroom. Elskar hvernig það splittaðist. Þetta var Sigrún. Voru aldrei sammála? Sigrún og Eva, ekki sammála. Pétur, þið voru sammála með Sveppa Eftir breyttu reglunum, já. Þetta var Should I Stay or Should I Go og þetta var erfitt í dag, það verður ekki næst. Þú veist að reyna að hafa þetta erfitt. Já, þetta var óþægilegt. Þetta er fyrir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 nú er klukkan bara að verða 6 drengir og það er eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur í dag. Flög tíminn maður. Ekkert smá maður, þetta var fljótt að líða og já, ég var bara, hafði gaman að þessu. Vonandi hlustendur líka. Við erum að létta fólki í lundina þegar allt er í apaskít á þessu helvitist landi. Sko, þegar þessi þáttur er tekinu upp á 50 degi, tekinu upp í gær og hérna þá var bara stemningin ekki alveg nógu góð sko. Volum að sé betri í dag. Fréttir að segja sko að geti verið bara vasslust á Reykjanesunni bara í nokkra vikur þess vegna sko. Já, ég vonandi verður það ekki það bara getur ekki, það er agalegt. Ég meina, nú er Sverrir Bergmann, hann er okkar svona sérlegur ráðgjafi frá Reykjanesunni, fer yfir stöðuna með okkur. Já. Getur þetta heyrið hann í blöðkassunum? Við heyrðum í honum áðan og hann var bara komin með blásarinn í gang og bara undirbúa Vonandi er skánar þetta nú hratt. Vonandi þegar morgunum er komin í loftið verður komin eitthvað góða fréttir. Já, betri fréttir. En hvernig er helgin annars, drengir? Ég veit hvernig helgin að steinda við erum að skemmta það fyrsta lögdag. Já, það er Dalvík og það er Reykjavík og þá er blótt Hafnarfjarðar. Já, við erum bara þvæling sko. Já, og svo reyndar, það er Sunday Funday maður. Já, það er Sunday Funday drengir. Já, við erum að fara í Keiluhöllina og ætlum að horfa á Super Bowl, ætlum að keila undan og fyrir í pílu. Jafnvel að fara í karaoke líka ef það er stemning. Já, og boccia. Og menn er að fara að betta og Egill, ert þú ekki að fara að mæta? Þú verður að koma. Ertu bara að klíra mánudaginn fyrir hádegi? Sko, ég veit að leikurinn enda þegar þú ert að vakna sko. Vesinn er að ég er mjög hægur að sitja í dagatölið með fyrirvara. Ef ég gert það, var þetta ekkert vesinn. Það getur ekki fært nokkra kunnaðan á mánudeginum. Setta á 30 daginn, unni aðeins lengur. Það sem að býta mig raskat er tenni daginn. Það sem ég fyrir tenni og sapnast að vinna og ég með allt í apaskítið ekki með heim. En svo er líka hægt að gera eitt. Þú getur bara verið upp í Keilu, fengið nokkra bjóra, haft gaman og fara svo bara í vinnuna. Hvenær er kick-off? Hvenær byrjar þessi veisla aftur? Leikurinn byrjar 11:30 en við ætlum að